Já, velkomin að Rauða borðinu á þriðjudegi eftir hvítasunnu. Það margt í boði, kannski ekki fjölbreytilegt, við erum mest að hugsa forsetakosningarnar. Hérna aftar í þættinum að þá koma til mín 2 frambjóðendur og ég ætla að ræða við þá þau mál sem að þau leggja helst áherslu á. Það Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir verður hér aftast í þættinum og ég mun ræða við hana það sem að hún hefur verið að halda fram að við sitjum uppi með ríkisstjórn og alþingi sem ekki fer að almannavilja og hún vill stilla forsetaembættinu upp á móti þessum tökum sem að einhver öfl hafa á lýðræðisvettvagnum okkar þeim megin. Ég ætla að ræða þetta við Steinunni og svo ræði ég líka við Jón Gnarr sem að hefur talað fyrir því að það sé allt of mikið leiðundum í íslensku samfélagi. Það vantar eitthvað meira skemmtilegt, það vantar eitthvað meira skapandi. Ég ætla að ræða við hann það. En á milli þessara tveggja viðtala þá ætla ég að slá á þráðinn til Hollands. Þar hún Ísabella Lena Borgarsdóttir í námi og eins og aðrir nemendur í háskólanum þá hún í Tjaldborg á háskólalóðinni til stuðnings Palestínu til þess að þrýsta á skólayfirvöld að slíta öllum tengslum við Ísrael, slíta tengslum við ísraelska háskóla. Þetta bylgja sem að fer heiminn, byrjaði í Bandaríkjunum en hefur breiðst til Evrópu og ég ætla aðeins að heyra í Ísabellu þessar aðgerðir en líka vakningu meðal hennar kynslóðar. En hérna skömmu eftir auglýsingahlé að þá koma til mín kemur til mín fólk að ræða forsetakosningarnar. Það Ásgeir Friðgeirsson sem fyrrverandi blaðamaður og PR-maður, Sigmundur Ernir Rúnarsson sem blaðamaður og rithöfundur og skáld og Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir sem fyrrverandi blaðamaður og núna fræðakona og prófessor upp í Bifröst og Guðmundur Andri Thorsson sem rithöfundur og pislahöfundur og öll eiga þau sammerkt að hafa ekkert setið á þingi fyrir Samfylkinguna. Það nú kannski tilviljun að þetta ræðið svona hjá mér. En ég ætla að spjalla við þau forsetakosningarnar, ýmsar hliðar á því, einstaka frambjóðendur, hvernig umræðan hefur verið, hvað kosið og þar fram til göttunum. Þetta prógramið hjá okkur í kvöld, skiljanlega, lita svolítið af forsetakosningum sem ég upplifið að sé það sem að fólk vill helst ræða og við munum halda áfram að ræða forsetakosningarnar hérna við Rauða borðið en við munum gæta þess að taka líka önnur mikilvæg mál á dagskrá því að það má helst ekki gera að þau mörg mál sem eru í samfélaginu og í heiminum að þau hverfi alveg fyrir forsetakosningarnar. En áður en að ég hleypi hér smá auglýsingum vil ég minna á að samstöðin tilraunaverkefni, það að byggja upp fjölmiðil nánast úr engu, fyrst og fremst með stuðning ykkar, áhorfenda, áheyrenda og lesenda. Við sækjum aflið til ykkar, þið getið gerst áskrifundur með því að styrkja okkur fjárhagslega 2.500 krónur á mánuði sem ekki hátt áskriftargjald. Þið getið skráð ykkur með því að fara inn á samstöðun.is, það hnappur sem ástendur áskrift, þið getið skráð ykkur fyrir 2.500 krónum eða meira þið viljið og því sem að kjósið getur látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það einmitt Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Þetta samstarfsverkefni okkar sem erum að búa til þætti, bæði hérna með myndavélarinnar og hinum með myndavélarinnar og ykkar sem eruð að hlusta. Þið getið líka stutt okkur með því að einfallega bara segja vinum á vandamönnum frá efni sem að ykkur líkar hér. Við það þá stækkar dreifikerfi okkar því fleiri sem að kíkja á efnið okkar, hvort sem á Facebook eða YouTube, í hlaðvarpsveitum, í útvarpi eða sjónvarpi, að þá styrkist, þá eykst langdrægni okkar, við getum orðað þannig. Hafið þetta í huga, sérstaklega þið sem hafa kannski fyrir löngu ákveðið að ætla að gerast áskrifendur hér, endilega látið verða að því, það hjálpar okkur til þess að móta kannski stefnuna sem við ætlum að taka núna í sumar og í haust. En að því sögðu að þá ætla ég að skjóta hér inn einhverjum auglýsingum og svo eftir örskamma stund þá förum við og ræðum forsetakosningarnar. Tíminn. Stundum virðist hann silast áfram. Stundum standa í stað og stundum eins og hann líði allt of hratt. Tíminn okkar dýrmætasta eign því hann fáum við aldrei aftur. Þess vegna mikilvægt að nýta hann vel og selja hann ekki ódýrt. Við sættum okkur ekki við að tími sumra sé álitinn verðmætari en annarra og berjumst
fyrir bættum kjörum. Fleiri augnablikum með fjölskyldu og vinum. Því augnablik eru lífsgæði. Lífsgæði sem við höfum barist fyrir í yfir 130 ár. Erfiðleikar heimila verkafólks hafa hríðversnað frá árinu 2021. 6 af hverjum 10 félögum í Eflingu eiga nú erfitt meðan á endum saman. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Það eru forsetakosningarnar sem við höfum reynt að ræða hér með ýmsu móti hér við rauðaborðið og nú ætlum við að gera enn eina tilraun. Við fengi hingað fólk með mikla og kannski ólíka reynslu, ég veit ekki, Ásgeir Friðgeirsson, þú ert blaðamaður og... Já, ég var í blaðamennsku og svo hefur verið í ráðgjöf núna. Leiðst út í PR-mennsku? Já, ég haft nær 20 ár. Já. Ólína Kjerúl Þorvaldsdóttir, þú ert líka blaðamaður? Fyrirverandi blaðamaður, já. Einu sinni blaðamaður, alltaf blaðamaður. Leiðst út í pólitík? Leiðist út í pólitík. Og fræðamennsku? Og er komin núna á fræðavettvang. Guðmundur Andri Tórsson, þú ert pistlahöfundur, það er að vera blaðamaður? Já, má segja það og mér leiddist aðalega í pólitík. Leiddist út í hann og leiddist það. Og var síðan leiddur út. Og Sigmundur Ernir Rúnarsson, þú ert blaðamaður? Já, alltaf blaðamaður. En rakst aðeins nefið inn í pólitík? Við sátum saman inni við jólina 2009-2013 á mestu óróaskeiði seinni tíma Íslandssögu. Það var stjórnmálunum. Já, hrikalegur tími í öllu tilliti. Glöggir áhorfendur og áheyrendur munu kannski átta sig á því að það var allir hér við borðið, nema ég, setja á þingi fyrir Samfylkinguna. Nema þú enn. Gæt, hver veit hvað verður. Það er ólíklegt. Það er rétt. Já. Ég veit ekki hver bókaði inn á þátt. Nei, það er bara stundum gaman að hafa fólk sem kemur úr ólíkum áttum og stundum er það ekki. Þannig að við getum ímyndað okkar að þetta sé svona þingflokksfundur Samfylkingarinnar. Og þú eru átt að því að stundum eru átökin meiri innan flokka heldur en á milli flokka. Svo eru nú ekki allir í Samfylkingunni af þeim sem hér sitja þó að flestir hafi þjónað en einhvern tíma. Já, einhver hefa ratað út. Já. Heyrðu, þessar forsetakosningar, má ég bara byrja hér, hvað eru þessar kosningar? Sko eins og alltaf, þá ræðist þetta tíðaranda og held ég að þeim leikendum sem gefa kost á sér. Ég var nefnt að hugsa að því að þetta er svo opið og þetta er svo lítt skilgreint embætti. Ég fór einmitt að velta því fyrir mér að ég hef sem sagt 4 sinnum kosið. Valið hefur alltaf verið skýrt á hverjum tíma en ástæður og grundvöllur ólíkur. Það var allt annað þegar ég studdi Vigdísi 1980 en Guðrún Agnarsdóttir 96 og núna er ég enn á sem sagt að meta þetta. En 2012? Það var vinkona mín Þóra Arnórsdóttir sem ég studdi. 2016? Guðni, TH. 2004? Ég sem sagt lít þannig á ég sé fyrir mér Katrínu Jakobsdóttur sem bónda á Bessastöðum en mér finnst úrvalið gott. Ég segi það. Mér finnst úrval frambjóðanda gott og ég get alveg hugsað mér að minnstakosti 2 til 3 aðra. Sitjandi þarna. Þú erum búin að jafna það á 3. degi eftir kvölddag. Já, og er þið svo með af og mér líður vel með. En hvað er kosið? Í dag? Já, af því þú segir þetta sé ólík sjónarmið, þannig að þetta er ekki bara alltaf val mannkosti og það allt saman, heldur er þjóðin að velja sér... Þegar ég studdi Vigdísi var það ekki út af því hún var kona. Mér fannst hún vera framhald af þeirri hugmynd sem ég hafði embættið sem Kristján Eldjárn skóp í minni æsku. Og síðan verður mikil breyting á embættinu með Ólafi Ragnari Grímssyni og það hann virkjar þetta ákvæði
vísa til þjóðar að þá svona sett færist þetta nær kviku stjórnmálana sem þetta hefði ekki verið einhvern veginn allavega í minni vitund. Við erum á einhverjum tímamótum núna, ég átta mig ekki alveg á því. Fóruð þetta ekki frá stjórnmálunum með Guðna? Jú, svo lítið, en 8 ár kannski, það þarf kannski meira til. Og ég átta mig ekki alveg á því. Ég held að yngri kynslóður séu að leita sér að fyrirmynd, eldra fólk sé að leita stöðuleika, eitthvað svona festu. Ég held að svona að viðhorfin til dagumálana, þú veist, það flestir sammála mikilvægi friðar, öryggis, sjálfbærni, umhverfis. Ég held að allir svona deili nokkurn veginn þeim sjónarmiðum. Þannig ég held, já, ég upplifað þetta sé svona manneskjan trúverðileiki hennar og svona þau að einhverju leiti það sem hún stendur fyrir. Og Lína, hvað er kosið? Ég held að sé nú kosið núna það sama og venjulega. Það að segja trúverðugan, traustvekjandi einstakling sem sómi er að í þessu embætti, sem getur huggað þjóðina á erfiðum stundum og komið vel fram fyrir hennar hönd á erlendum vettvangi. En hins vegar það einkenni á kosningabaráttunni núna að það ítarlegar spurt tilgang og hlutverk forsetaembættisins og það er meira áberandi finnst mér núna í þessari baráttu heldur en hefur verið í mörgum síðustu kosningum og það kann að vera einmitt vegna þess að embættið ásýnd embættisins hefur verið að þróast síðustu áratugina. Þegar Ólafur Ragnar kemur í stól forseta þá fær embættið meira á sig svona pólitískari blæ og hann er meiri þáttangandi einhvern veginn í því sem er að vera á þeim tíma og það voru náttúrulega mjög miklir svifti vindar í pólitíkinu og þjóðfélaginu á þeim tíma sem hann á í hans forsetatíð. Núna og þess vegna mikið spurt þetta núna og forsetaframbjóðendunum ætlað að hafa skýrar skoðanir á því hversi hlutverk forseta, hvernig þeir muni beita sér komið til þess að það verði ekki á milli þings og þjóðar eins og það kallað, muni þau og í hver ríku mæli beita málskotsréttinum og svo framvegis. Þannig að, en ég verð nú að segja að mér finnst þessi kosningabarátta sem ég hef séð af henni, mér finnst hún einna skemmtilegust af þeim sem ég man eftir. Og hún svolítið spennandi og það eru karakterar þarna í framboði sem að mér finnast bara virkilega lífga upp á þessa baráttu þó að þau mælast ekki hátt í könnunum. En það hefur komið mér á óvart framganga ákveðina frambjóðanda, komið mér þægilega á óvart frambjóðanda sem ég bjóst ekki við miklu af í upphafi og mér finnst svona áran yfir, það var haldið partí núna í síðustu viku, Ásdís Rán bauð í partí og þau komu og lyftu glasi og svona elvildu með sér samstöðu, einhverja svona félagslega samstöðu. Þetta finnst mér ágætt, mér finnst gaman að fylgjast með þessu. En ég ekki búin að gera þetta upp við mig hins vegar. Guðmundur Andri, þetta að tala að það sé að vera kosið eitthvað? Þetta náttúrulega, við erum ekki bara að velja eitthvað, þetta eitthvað svona, þjóðin eitthvað að skilgreina svona næsta kafla, ákvæði og vel ekki áherslu, ekkert svoleiðis, eða eru við bara að velja fólk? Þetta forsetaembætti já, við erum að velja fólk, en leið erum við að velja embættið. Við erum að velja hvernig við ætlum að hafa forsetaembætti næstu 4 eða 8 árin. Vegna þess að þetta svo opið, þetta embætti, skyldur þess eru svo opnar og einstaklingurinn hefur svo mikla möguleika á að móta embættið í svona eftir sínu höfði að við erum að velja það. Við erum að stundum dálítið erfitt að átta sig á því hvað þetta snýst, forsetaembættið. Manum finnst stundum þetta snúist að vera hrifin af Íslandi. Það sé djópið
og hérna ganga einhver staðar og dásta einhverju flæðilínu. Þetta þjálfarinn og það verður að vera í hálfleik verður að vera þjálfar að ræða, þannig að Ánskota þjálfarinn haldi með liðinu allavega. Já, jú. Það getur að valsar að halda ræðu við Kárikonum. Ég er ekki að segja að sé eitthvað erfitt að hérna vera hrifin á Íslandi. Ég er bara að segja að það er dálítið jobbið sko og þú þarft að geta dást að einhverju flæðilínu í einhverju frystihúsi á sko þann hátt að hérna það taki einhver eftir því sko og fari ekki allir bara geispaður og opna munnin og það alveg viss kunst og ég held að sko öll þau sem að hafa gegnt þessu embætti hafi gert þetta svo vel hafi bæði geta sko verið með þjóðinni á gleðistundum og svo erfiðum stundum en sko við erum líka að kjósa manneski sem að getur reynt á Icesave er náttúrulega dæmi það að þar kemur upp alveg ótrúlega staða það er bara, við erum bara við hengiflugið og hvaða kost eigum við að velja út úr þessu eigum við að velja kostin það sem að allir sérfræðingar segja að það muni leiða til þjóðargjaldþrots við að velja þann kost Ólafur Ragnar stendur fram fyrir því á ég að velja þann kost eða á ég að bara gera eins og mér er sagt að gera og bara hann er þá þegar búinn að virkja málskotsréttin áður þannig að hann er orðinn virkur þannig að þarna reynir virkilega á það hver hann tók hálft skref í upphafi vegna þess að hann skrifaði undir með fyrirvörum hann skrifaði undir með fyrirvörum hann tók ekki afgerandi skref fyrst, það gleymið svolítið já, en það var kannski afgerandi skref þess að það var til þess að hollendingar og Bretar já, þeir vildi ekki þessa fyrirvara sko. Það vil nú líka gleymast sko að Icesave samningarnir jafnvel þeir upphaflegu hefðu ekki kostað þjóðina neitt, það voru eigur bankana sem stóðu undir því nú er ég ekki að ræða Icesave nei, bara því að það var nefnt þjóðargjaldþrot það var bara til marks hvernig umræðan var hún var eiginlega alveg út á túnni sko nei, hún var mjög dramatísk og það var svona hengiflug einhvern veginn hengiflugsmóment Kúpa norðursins það var áróður hengiflugið Kúpa norðursins það var sagt sko og við erum að velja einstakling sem að við treystum til þess að standa fram með fyrir svona ákvörðun það er eiginlega það sem ég er að segja sko. sem er erfitt að meta fyrirfram vegna þess að bara það er að reynir á og það kemur í ljós úr hverju maðurinn er gerður en það er erfitt að spá fyrir það hvað er kosið? Það er kosið fólk það er kosið manneskju það er kosið mannkosti og ef til vill er fólk að kjósa sjarma og ég held að þegar á daginn kemur og kjördagur rennur upp þá muni kannski 25 til hugsanlega hátt í 40% kjósenda gera upp hugsin á kjördegi það hefur verið óhefð með hátt hlutfall kjósenda sem gerir upp tekur ákvörðin kjörið á kjördegi ég held að verið 25% í síðustu kostningu samkvæmt rannsóknum Ólafs Harðarsonar professors emeritus þannig að ég held að á kjördegi komi síðasta bylgjan og þá velji fólk sjarma, traust reynslu og eins og Ólína bendir svo réttilega á forseta sem er okkur til sóma innanlands sem utan og ég held að þetta vegi mjög þungt en er ekki stæðsti hluti frambjóðar sem fellur undir þetta? Jú, það er þannig að það er ekki eins og allir komin í kjörklef og allir greiða eitthvað eins ég vil til dæmis vekja athygli á því að þarna eru 4 mjög sterkir frambjóðendur 5 ef allt er talið svona af þeim sem fá sko helst og mest fylgið nú stundir og það er ekki mikill munur á milli þessa einstaklinga í sjálfu sér þetta er allt frambarilegt fólk mér og minn allt vini mínir reyndar þannig að það er sér mjög að gera upp á milli þeirra en sko ef við horfum á söguna Smári þá hefur tilhneigingin oftast nær verið svo sama við veitum náttúrulega að Sveinn Björnsson var kjörinn af þingmönnum 1944 og Ásgeir Ásgeirsson er fyrsti þjóðkjörni forseti okkar og hann rétt marði Bjarni Jónsson frá Vogi held ég með 46% með Séra Bjarni og 44% þannig að þá lagði svona þessi hugumprúði krati fulltrúa flokksins ef svo má segja við sjáum að það sama gerist 1968 í heftalegri kosningabaráttu milli Gunnars Thoroddsen og Kristjáns Eldjárns
sem sprengdi upp sko heilu göturnar heim á Akureyri og menn urðu óvinnir eftir það fyrir að hafa sko leyft sér að kjósa Kristján eða Gunnar. Og þá aftur svona fulltrúi svona vinstri sinnaðs alþýðumanns sem verður forseti, sömuleiðis gerist það 1980. Ólafur Ragnar kannski á endanum eini forsetin sem geðjast sjálfstæðismönnum. Það var ekki fyrir þegar líður á kjörtímabilið og Guðni T. Jónsson kemur líka úr þessu svona akademiska fræðimanna samfélagi sem klárlega ekki endilega undir flokkshælnum og sko þjóðin hefur verið að kjósa sér svona forseta alþýðlega, vinalega sem koma svona upp úr sama farvegi og við eins og Amerikanar segja eitthvað svona sem þú vilt drekka bjór með. Já, og ég held að sko það muni ganga eftir með einum öðrum hætti að þessu sinni og En myndir þú ekki vilja drekka bjór með eiginlega flesta þessu fólki? Jú, ég hef búin að gera það, nú þegar. En Þú er kannski lágan þröskur. En ég teka fram og ég tek undir með ykkur hinum að sko þetta allt saman meira og minna mjög frambærilegt fólk, skemmtileg breytt, þetta lýðræðisveisla og þess vegna finnst mér það mjög miður. Ég svo mikið lýðræðisinni þegar það verið að sko halda aftur af lýðræðinu og nánast banna sömu fólki að gefa sér fram. Það finnst mér mjög tilbaka. Að sko segja bara hreint og beint að sumir megi ekki bjóða sér fram. Við búum í sko frjálslindu lýðræðissamfélagi þar sem við hefum einmitt að sko hvetja fólk til að taka þátt í stjórnmálum. Við þurfum gott fólk þar. Heyrðu, að þú nefndir hérna Kristján Eldjárn og Gunnar Thoroddsen. Það var einhver hérna frammi daginn var að rifjað upp að hefði verið að ganga hús úr húsi að dreifa bekklingu fyrir Kristján Eldjárn, bankaði upp hjá frænku sinni og hún rekti á hann. Það var að tala hvað var mikil harka í þessu og þeir sem að muni þetta, ég var bara 7 ára en ég man ekki þetta þessu. Þið heyrið hafi fólk rifjað upp að það var svo bara ótrúlega harka í þessu. Og menn ofta að segja að núna sé sko slegist harkalega og rætið í þessari kosningabaráttu en sko menn með ekki gleyma fyrir kosningabaráttu sem voru sko hrikalega rætt og sérstaklega kosningar ég hef nú sagt frá því bara sko að ég er hérna 10 ára og ég er tekin hérna út undir vegg af aðalvillingunum í Krói og þeir þjarma að mér og spyrja hvað ætlaði pabbi og mamma að kjósa ætlaði þau að kjósa Gunnar og ég sagði já, þau ætla að kjósa Gunnar ég laug því og slapp til að halda lífi og slapp Það er svona harka, það talaði að sé mikil harka í þessu núna ganga miklar ásakanir á alla bóa rætin kosningabarátta ég held að það sem er sko þeir sem andmæleikur með þess að þeir eru hatið viðkomandi það skiptir stemning í þessu þegar við erum að skoða svona hvernig þessar kosningabaráttu og bera hana við þær heldri þá heldur sér mjög mikið að muna það að það hefur átt sér stað alveg gríðarleg bylting síðan frá því á þessum tíma hún felst í því hvernig við tölum saman í samfélaginu það eru samfélagsmiðlarnir þetta er mun djúpstæðari breyting en við gerum okkur grein fyrir ég hef nú stundu sagt að hér á landi þá listi niður á sama tíma 2 eldingum sem svona skella á svona með aldarmillibili það var annars vegar stærsta fjármálahrun veraldar og síðan stærsta samskiptabylting frá Gutenberg þetta gerist allt 2008-2006 og þessu lístir saman og ég held að sé ekki hægt að skoða samfélagsþróun á Íslandi öðruvísin að hafa þetta tvennt í huga. Ástæðan fyrir því að við erum að sjá bæði fjölgun þáttakanda held ég tilkoma samfélagsmiðla. Það er búið að færa dagskrárvaldið, möguleikan á því að tala til fjöldans, það er búið að færa þetta í hendurnar á hverjum og einum. Það verða fleiri frægir. Já, og hugmyndin, já sem er gott, og svona þessi hugmyndum að þjóðin velji sér fórseta, ég held að hún sé svolítið að víkja. Þess að þjóðin velur sér alltaf því 9 flokka inn á þing. Þjóðin var nú bjóða sér fram til fórseta. Já, og nú er þjóðin eiginlega að skipta sér meir og minna á 5 frambjóðendur.
Þetta gríðarlega mikilvægt og þegar við tölum hversu stríðið er hart núna, þá það vegna þess að við höfum það fyrir augunum á okkur alla daga á skjánum okkar. Þetta var ekki þannig í Kópavoginu 1968 eða 80. Vitið það, ég hef ekki orðið völ við þessa hörku. Ég bara veltaði fyrir mér í hvaða bergmálshelli ég stödd. Ég verð bara alls ekki völ við þessa hörku. Þú hefur reynt ásakanir að þessi harka og... Ég heyri hrópað ómálefnalega kosningabaróttu, rætin áróður og fleira. Ég ekki sammála þessu. Í fyrsta lagi hef ég engar persónu árásir séð á einn einasta frambjóðanda. Ég hef hins vegar séð mjög óvægna gagnrýni á einn þeirra sem fyrrverandi forsætisráðherra. En það stafa náttúrulega af því að viðkomandi að stíga beint upp úr stól forsætisráðherra í ríkisstjórn sem umdeildasta ríkisstjórn, bara eiginlega má segja í mannaminnum, og hellir sér beint í forsetakosningar. Það verður auðvitað búast við því að hún sé spurð og beðin að standa fyrir máli sínu varðandi eitt og annað sem verið hefur í dægumálaumræðunni og í þjóðfélagsumræðunni síðustu árin í hennar valdatíð. Ég ger greinamun á þessu eða rætinni niðurrífandi kosningabaráttu. Það ekkert skrítið þó fólks vilji vita hvernig Katrín Jakobsdóttir hyggist beita málskotsréttinum. Til dæmis þegar kemur að því að taka afstöðu til auðlindamála, til dæmis þessa frumvarps lagareldið sem hún tók eiginlega sjálf þátt í að semja og hafa hún ekki gert það, þá það lagt fram í hennar, og þá það lagt fram í hennar ríkisstjórn og hún fyrsti flytningsmaður. Eða málefni innflytjenda, inngildingar, mál og málefni sem snerta skautun og inngildingu sem hafa verið mjög áberandi mál í hennar forsætisráðherra tíð. Ég kalla þetta ekki niðurrif, ég kalla þetta bara eðlilega umræðu og eðlilegar spurningar og það þýðir ekkert fyrir hennar stuðningsmenn að kvenka sér undan því. Icesave umræðan til dæmis eitt af því sem hefur stundum komið til tals í þessari kosningabaráttu og ég hef tekið eftir því og bæði það og landsdómsmálið með Geir Haarde að það gengið og röðina og spurt ertu ennþá sömu skoðunar, myndirðu kjósa eins, þannig að það eitthvað svona ógnunar tilfinning sem að maður fær býtu verið að segja þessum frambjóðendum sem sagt að þeir missi ákveðin að þeir missi fylgi til dæmis sjálfstæðismanna ef þeir svari svona eða svona. Önnur svona spurning ef það kemur til stjórnarmyndunarviðræður, myndirðu láta flokki sem að fær mest fylgi? Já, myndirðu láta hann hafa umboðið eða einhvern annan? Já, og maður spyrja allir fyrir hvernig allir þessi spyrja þetta? Og ég verð að segja það veldur mér vonbrigðum að sjá í staðin að fólk sem kaus í Icesave kosningunum og tók afstöð í landsdómsmálinu, það valdi mér vonbrigðum að þetta fólk skuli ekki hafa rökstutt ákvörðun sína á þeim tíma og standa við hana. En það fer á flótta, það man ekki hvernig það kaus, það hefði gert hlutina allt öðruvísi núna, býtu var þó engin hugsun á bak við það sem það gerði. Þetta og fjölmiðlar eru ekki alveg að fylgja þessu eftir. Umdeild ummæli sem fallið hafa af til dæmis inn í þjóðmálaumræðunni í tengslum við þungunarrof og fleira. Af hverju rökstyður frambjóðandan ekki bara ummæli sín og útskýrir hvað máli snýst? Af hverju þessi flótti? Það vegna þess að fólk skynjar náttúrulega að það erfitt að eiga við almenningsáliti og það auðvelt að fara á flótta en til lengri tíma þá það kannski verri kostur. Og þetta ekki persónlegt niðurrif, þetta eru eðlilegar spurningar, bara segðu mér hvað þú ert að hugsa, segðu mér hver þú ert. Það hann fullkomlega, eins og þú segir, það fullkomlega eðlilegt að manneskja sem að hefur gengt ráðherra embætti í mörg ár og verið í undanförnum ríkisstjórnum þurfi að svara fyrir verk þeirra ríkisstjórnar. Búin að vera ráðherra meira og minna bara frá hruni, það þannig. Já, þarna með smá hlé og það ekkert við það að athuga eftir því sem ég fæ séð. Ég sá reyndar einhvers staðar þar sem að Katrín Jakobsdóttir var spyrt við sem ég fannst vera dálítið svona umdeilanlegt þegar hún var spyrt við uppreist æru barnanýðinga
í tíð annarra ríkisstjórnar sko og þá finnst mér kannski skörin farin að færast nokkuð upp í bekkinn sko en ég fæ ekki séð að þessi umræða og þessi kosningabarátta núna hafi verið eitthvað sérstaklega óvægin, bara alls ekki sko. Það umræða það, svo sé. Það er oft... bara allir að barma sér yfir umræðinu? Já, það er náttúrulega bara vígstaða alltaf. Í pólitískri baráttu er það vígstaða að vera ofsóttur. Já. Við viljum kjósa fórnarlambið. Þetta er þróun sem hefur í gangi. Við hérna sem sitjum hérna eru mörg hver búin að vera lengi í blaðamennsku og það er þrennt sem er að gerast í fjölmiðlum á Íslandi. Það er að fullkomlega eðlilegar, harðar, málefnalega spurningar og spurningar sem fyllt er eftir þannig að við komum til svari á endanum. Það þykir vera orðin ekki bara aðgangsharka, heldur frekja og rætni jafnvel. Erfiðar spurningar eru farnir að líta út fyrir að vera rætni. Á sama tíma er það að gerast í samfélaginu að fjölmiðlum er ekki hleypt lengur að atburðum sem er að gerast í Íslandssögunni vegna þess að fjölmiðlar eru fyrir. Fjölmiðlar eru jafnvel hættulegir. Fyrir það eitt að segja hvað er að gerast í Íslandssögunni. Þeir með ekki lengur skrifa Íslandssögunni jafn á að gerist. Vegna þeir eru hættulegir, þeir eru fyrir og þeir gætu valdið einhverju vandræðum. Og það er þriðja sem er að gerast á sama tíma og ég tek eftir þessari gríðalegu breytingu frá því ég byrjaði í blaðamennsku 1981 og í smári svipuðum tíma að núna er aðgangur að kerfinu, aðgangur að stjórnarráðinu, aðgangur að ráðunetum, hann er stíflaður. Það er meira minna allt gert til þess að hægja á því ferli. Á 9. áratugnum þá kom hingað norskur vinur minn blaðamaður, var að skrifa yfirvofandi gjaldþrot Íslands, dagskráin riðlaðist aðeins og hann átti að tala við Steingrímur Hermansson daginn eftir. Ég sagði ég skal athuga hvað því ekki að redda þessu, hringdi í stjórnarráði. Ég segi nú ekki að Steingrímur hafi svarað sjálfur en mér var að gefa strax samband við hann og hann segi, jú, komið bara eftir. Svo þurfið þér ekki að fara í gegnum 18 upplýsingar. Nei, þetta samfélag er horfið og sama birtingamenti blasir við okkur núna að ef fréttamaður spyr harðra spurninga þá vorkennir fólk viðmælandunum. Þetta er þróun sem er bara beinleins hættuleg. Þetta er mjög hættuleg þróun og þetta leiðir nú huga minn að því sem að ég var að tala í öðrum fjölmiðli í morgun að við erum að fara að halda ráðstefnu núna Háskólinn á Bifröst upp í Borgarnesi helgina undir yfirskriftinni Íslenska þjóðfélagið ógnir og öryggi og eitt af því sem verður til umfjöllunar þar það er hlutverk háskólasamfélagsins og hlutverk fjölmiðla vegna þess að fjölmiðla umhverfið hefur breyst alveg gríðarlega á síðustu árum. Þessar að tveggja gagnrýnu pósta. Þessara lykilpósta í upplýsingaóreiðu samfélagsins og í lýðræðisógnunum sem steðja að okkur sem eru meðal annars fólgnar í auðvitað upplýsingaóreiðunni og því þegar fjölmiðlar gæta ekki að sínu eigin aðhaldshlutverki. Alveg eins og háskólinn þarf líka að gera, þarf að standa vörðum frelsi sitt til rannsókna og akademist frelsi og sjálfstæði til þess að það sé hægt að byggja á einhverju sem heiti getur þekkingar uppbygging og fjölmiðlarnir hafa náttúrulega alveg gríðarlega viðamiklu hlutverki að gegna í þessu samhengi og það sem hefur breyst á Íslandi er að falsfréttir og upplýsingaóreiðar aðgengi þessa upplýsingaflæðis er orðið svo miklu meira heldur en það var með samfélagsmiðlunum því það er óritskoðaður vettvangur og svo erum við bara eiginlega með tvo prentmiðla innan gæsalappa og annar þeirra er bara flokksmálgagn í raun og veru. Þannig að og svo ljósvakamiðlar sem eru í eigu ósýnilegra aðila jafnvel og þetta hefur allt áhrif á bara lýðræðisþróunina. Þetta er mjög hættuleg þróun. Við erum í róti, umróti og það er mjög erfitt að sjá hvert við erum að fara. Það er margt gott í þessari þróun en það er líka margar hættur eins og þú bendir réttilega Ólína. En við erum í miðju umróti og ég segi fyrir mitt leyti að mér hefur fundist margt áhugavert bara eins og þessi vettvangur sem við erum á hér í dag
Þetta er hérna mörg hlaðvörpin sem ég hlusta á, bæði erlend og innlend. Það er verið vissulega að færa sko ábyrgðana nær okkur sem einstakling. Við þurfum að meira að vega það og meta hvort að allt þetta flóð upplýsingar sem á okkur berst, hvernig við flokkum það. Því kannski munið eftir því hvernig hvers vegna London Times var stofnað á sínum tíma. Það var vegna þess að það var svo miklar kjaftasögur skipakomur sem var til þess að það mynduðust undarleg verð á förmónum sem voru á leiðinni. Þá var stofnað blað til þess að reyna að stýra kjaftasögunum. Þannig var London Times til og það var þá til þessi ritstýrða, sem sagt menntaða ritstýrða nálgun sem við höfum lifað við í 200 ár. Þetta virðist vera á leiðinni einhvert annað núna sem eins og er réttilegt. Það er mikilvægt hlutverk háskóla, menntastofnana að byggja upp getu, þekkingu, hæfileika hjá okkur sem einstaklingum til þess að takast á við þetta. Og segi ekki alltaf, þú veist, veri ekki alltaf að vísa ábyrgðinni eitthvað frá sér, heldur að í rauninni að takast á við þetta. Ég hef verið hugsið yfir svona tóninum sem að er í þessum viðtölum mörgum. Og við þekkjum náttúrulega blaðamennsku að maður þarf að passa það að segja við fólk að þú verður ekkit sko ákveðin með því að vera dónalegur. Þú verður ekkit skárri með því að vera harður. Þú verður að vera viti því svona að segja. Það sem að mér hefur komið óvart þessi sko eins og að þeir sem eru að bjóða sér fram hafi eiginlega gert eitthvað af sér, að þeir sem allir komin í einhverja yfirreynslu, að það er verið að spurja þá og svo verið að grípa frammi fyrir þeim og þetta er orðið bara einhver leikþáttur sem að snýst sko spyrjandan í mörgum tilfellum. Ég man þegar ég horfði á Ástór í svokölluðu forystusæti á RÚV, þá þurfti hann að eyða helmingnum af tímanum af hverju hann var í forsetaframboði, ekki í þingkosningum. Það er eins og að eigi að vera að draga alla frambjóðendur að tala það sem þeir síst vilja tala en ekki það sem þeir vilja tala og mér hugsa yfir þessu sko. Mér finnst þetta að vera freka merki þess að sko fjölmiðlarnir er að falla, þeir hafa raunverulega ekkert innihald að bjóða og þeir eru að leika eitthvað sem að þeir töldu að hafa verið smart fyrir 30 árum þeir höfðu innistæði fyrir því. Að sína aðgangshörku frekar heldur en að spyrja gagnrýnið og spyrja bara. Hver er tilgangurinn? Tilgangurinn er að það komi fram hvert er þitt sjónamið til einstakra mála þannig að hlustandi geti skilið það. En ég sé ekki að það sé leikur lengur. Eins og þegar Halla Hrund var spurð og þannig að þú vilt virkja meira. Ég meina, forseti er ekki að fara að virka nokkuð skapaðan hlut. Það er annað í þessari kosningu. Og svo náðum ekki, það sagði bara 3 setningar sem gripið frammi fyrir henni og hún er spurður næsta. Ég sé ekki alveg hver er tilgangur með þessu. Það er annað sem blasir við þessari kosningabaráttu og hefur verið að gerast núna á síðustu misserum og árum er þetta ógeð á skoðunum annarra. Ég ber fram einhverja skoðun, Ásgeir hefur aðra skoðun og Andri enn aðra og Ólína enn aðra, þá skal eina þessara skoðun vera rétt en hinna rangar og þá ber að tala þær niður í það svað sem sko versta lyktina leggur að. Sko þetta er að mínu veiti mikill lýðræðislegur ósíður og þetta er að raungerast núna í kosningabaráttunni, það er sko verið að tala svo illa skoðanir annara. Það var Arnar Þór á RÚV, hann var spurður af því hvort hann væri með svona, hvort það væri svo Gert Wilders eða Le Pen. Hvaða rugl spurningar eru þetta? Einmitt. En sko þetta óþólega magnast svo lítið í samfélaginu að menn sko verði að hafa helst bara eina skoðun. Réttu skoðunina. Ríkisskoðunina. Það er búið að vera að prófa þetta í Norður-Kóreu með frekari lélugum árafi. Nei, ég er alveg sammála þessu og þetta er líka svolítið uggvænlegt. Þetta snýst svona einhverja stemningu í samfélaginu. Það má kannski segja að sko vakningabilgjurnar sem hafa verið að ríða yfir síðustu árin, það er eiga kannski hlut að máli þarna að fólk veigrar sér við að taka hluti til umræðu af því það er komin einhver megin straumur sem er þungur og þetta er svolítið menningalegt áhyggjuefni. Til dæmis með tungumáli okkar sem er að þróast núna í sko átt til kynleysis og ef þú ert ekki þeirra skoðanur þá ertu bara kallfuskur. Þá er ekki bara kallfuskur, þá ertu transhatari og sko, þú færð ýmislegt svona yfir þig og andsnúin fjölmenningarsamfélaginu og ýmislegt sko þannig að það er alltaf verið að velja fólk ykkur heiti
og búa til ástæður sem fólki eru gerðar upp og þannig að það er alltaf verið að teikna upp eitthvað svona andstæðing og reyna að niðran svo þú getur réttlætt þína göfugu skoðun og þitt göfugu sjónarmið og meira segja þegar þú ert að tala íslenskt mál þá er þetta ábyrrandi. Alltaf þetta hafi áhrif á frambjóðendur sumir hafa verið gagnrýndir fyrir það að vera eins og sé að tipla yfir eitthvað jarðsprengjusvæði og vilji helst segja voða mikið annars að segja nokkuð skapaða hlut. Er það ótti við þetta að þú máttur ekki segja neitt? Þetta er svolítið merkilegt vegna þess að ég hef svolítið hort á þessi viðtöl sko og mér finnst að sumir frambjóðenda hafa náð í raun að vera bara mjög manneskjulegir og eðlilegir meðan aðrir kannski hafa verið meira í hérna það sem við köllum svona bara í þessum stöðluðu svörum og það held ég að sé þá einhver ótti eða einhver mennur hræddir við eitthvað en mér þótti til dæmis bæði Ástþór og Ásdís Ráns og við séum nú að tala þá frambjóðendur sem eru ekki líklegt að verði kosnir. Mér fannst þau bara sitja ágætlega í eigin líkama í þessum viðtölum og alveg til fyrirmyndar ágætlega. Ásdís Rán fékk náttúrulega Birta Björnsdóttir heitur hún ekki, spurði hana og gerði það bara af allt öðrum bara sjónarhóttni heldur en að aðrir spyrlar þarna. Það var líka verk spyrilsins. Já, mikil ósk. Hún nefndi ekki þessum hannaslag sem að bjóða upp á. En það sem var einkennandi við viðtalið við hana Ásdísi Rán, ég tek undir það og mér fannst gott að horfa á það vegna þess, hún byrjaði á því við hverja einstu spurningu að svara spurningunni. Svo komu útlæðstafnir. En það var alveg öfugt til flestum hinna. Og ég meina þetta er bara, og þetta finnst almenningi kærkomið, ég meina hún ekki kannski með nógu mikla stjórnmálareynslu til að hafa farið í málalengingarnar, ég veit það ekki, en hún bara byrjaði á því að svara og hún kom fyrir vikið afskaplega vel út úr þessu viðtali. Þetta er til dæmis eins og Sigmundur þekkir einn okkar reyndasti sjónvarpsmaður, að þetta er það sem býr til gott sjónvarp. Það er bara gott, heiðarlegt, venjulegt fólk. Ég talaði við svo til alla frambjóðendur og ég held að þau bara eins og þegar maður tala við fólk þá hefum bara aukið virðingu mína fyrir því fólkinu og margt af þessu fólki er bara hreint út sagt aðdánavert. Við lifað sko stórkostlega ævi og dregur svona einhver ályktanir af því. Þannig þess vegna nægi ekki alveg þessu að eins og allir sé einhvern veginn að ryðjast upp á dekk annars eiga þar heima sem er eiginlega stemningin sem er oft í þessum umræðháttum. Ég bara nægi ekki. En svo er eitt í kosningunum sko sem fólk verður að hafa í hug og ekki síst frambjóðendur. Og það þekki maður bara, þú ert að vísa til sjónvarpsreynslu, að sko bestu viðtalin sem maður hefur tekið er við fólk sem er það sjálft, situr í sínu líkama, en er ekki sko orðin viðmælandi og breytur ham. Það er hlutverk fjölmiðlanna að láta fólki líða þannig. Akkurat. Lífið er svo örugt. Þess að nægi ekki í því, hvað ætlar að fá út manni og alltaf að pota svona í það. Ég er bara næst. En þeir sem leika sig... Það stífnar upp bara. Það er mjög hættulegt fyrir frambjóðendur að leika frambjóðenda. Já. En talandi þessa grimmd í umræðinni, þetta minnir mér nú stundum á það að mæta á völlin. Þegar það er mest hatriðið á áhorfendapöllum. Þetta er svolítið þannig finnst mér. Ég hef ekki séð frambjóðendur þeir hérna það eru undantekningar tilfellir er eitthvað að hnjóða í andstæðinga en þetta er svona svolítið eins og á grimmum það sem er svona Valur K er eitthvað og ekki talast við og vera að kasta einhverjum flöskum í milli eða eitthvað. Þetta er það, held ég fyrst og fremst, þessi grimmd í umræðinni og ég endurtek að það eru þessir samfélagsmiðlar sem hafa fært einstaklingnum þetta vald og þetta vopn, þannig að við erum að sjá þetta. Það er eitt sem er mjög athyglisvert við þessar kosningar sem við ættum nú kannski að ræða, það er við hefum verið að fá forseta sem hafa verið Ásgeir, 46% fylgi, Guðni var með mjög gott fylgi, Ólafur Ragnar sömuleiðis, Vigdís var náttúrulega bara með 33% fylgi og var nokkur undir atkvæðin frá því að tapa gegn Guðlaugi Þorvaldsinni, ríkissáttasemjari sem eru þáverandi og fyrirhandi háskólarættari. Nú erum við kannski að fá forseta sem gætu unnið á 25% atkvæða. Mun hann hafa það umboð sem æskilegt er?
En það segir náttúrulega kannski, já, ég hef verið að hugsa þetta líka, sko, en það segir líka þá kannski til jafna dreifingu atkvæða ef það fer þannig og þá, sko, má segja, þá eru flestir, sko, þá ykkur svona undirliggjandi sátt samt þar. En þetta eru náttúrulega kosningar sem að, sko, þetta eru einu kosningarnar það sem að allir landsmenn fá í raun að taka þátt og með jafna kosningarétt. Hafa jafna kosningarétt. Ég hef verið að velta fyrir mig líka þessu með, sko, fólk hefur verið að tala óskapast yfir því að það var þessum mikla fjölda frambjóðenda, eins og það sé galli. Nei. Sko, fjöldi frambjóðenda jafnar sig sjálfkrafa þegar kemur að því síðan að safna meðmælendum. Mér finnst allt í lagi þó að ótakmarkaður fjöldi fólks fá að bjóða sig fram. Það kostar þjóðina ekkert. Það kostar bara prentkostnaðinn á atkvæðaseðilinn. En hins vegar má velta því fyrir sér, einmitt í ljósi þess að það forseti getur orðið forseti með svona litlu atkvæðavægi, hvort það sé ekki ástæða til að breyta kosningalögunum og taka upp 2 umferðir. Þannig að þeir sem hafi náð 25% í fyrri umferð séu þá að keppa eða eitthvað þýjunlíkt. Þannig fengum við nýja biskupadagunum. Já, ég meina það finnst mér miklu nær. Þá nærðu einhverjum meiri hluta vilja. Heldur hann að vera amast við því þá að 20 manns sé í frambúði. Mér fannst mjög erfitt að greiða atkvæði í stjórnlagaþings kosningunum vegna þess að það voru einhverjir 500 manns þarna og ég þekkti svona 10 og ég náttúrulega bara exaði við þá sem ég þekkti og treysti en það fannst mér orðið aðeins of stór lýðræðisveisla. Herðu, en það varðandi þetta með aðra umferð og kannski það sem þú ert að segja áðan með völlin, að ég man eftir manni sem að grét ofan í bjórinn sinn og sagði ég held ég hati Val meira en ég held með KR. Og þannig tilfinningar þú að lýsa. Og en við erum núna og að sömuleyti þessar kosningar merkilegar með það að Katrín Jakobsdóttir leiði núna hjá prósent með 22% í könnun maskínu bara fyrir innan við 10 dögum síðan að þá var fólk spurt hvernig viltu síst sem forseta á þeim sem frambjóða, þá fekkum 42%. Þannig það möguleiki á að Katrín verði kosið forseti á 22%. En það eru 42% sem vilja bara hana ekki sem forseta. En þetta ekki vegna þess að sko það eru mjög eindregna skoðanir hjá mjög mörgum sem að vilja alls ekki sjá Katrínu en þeir hafa ekki jafna eindregna skoðun á því hvernig vilja sjá frekar. Nei, það er það sem fylgir henni. Og nú hefur Halla Tómasdóttir verið að alveg eins og hún gerði síðast í síðustu kosningum þá hefur hún verið svona hún er svona dark horse í þessu en hún er að taka náttúrulega mest af nöfnum sinni og Baldri en ég er að spyrja þetta ég man ekki eftir því þetta voru margir sem vildi ekki Óla Ragnar yrði forseti en ég meina hann kom inn í fyrstu könnun held ég með 63% sem hann gaf og sveif þar og endaði held ég í 44 en Katrín kemur í fyrstu könnunni í 32 og er komin núna niður í 22 og það er mælt hvernig viltu ekki hafa þessi forseta og hún er með tvöfalt meira fylgi þar og það er stormurinn sem hún þarf að gangi í gegnum. Og fyrir svona 8 árum sko þá er Katrín með sko yfirburða fylgi yfir það fólk sem síðan hefur hún áunnið sér vantraust sem hún er að glíma við núna. Katrín fyrir 8 árum og Katrín í dag það er ekki hægt að líkja saman inneignirnar hjá þjóðinni. Katrín fyrir 2 árum var með meira traust en okkur annar stjórnmálamaður og hafði nokkuð sinni mælst nema þá hún sjálf. Það hefur gengið mjög hratt á þetta á seinna kjörtímabili í hennar og vaxið andstæðan. En á sama tíma má líka benda það sem kom fram í skoðun prósent í morgun að flestir telja Katrínu sigurstranglegasta. Hún er konið 32-33% þar, á sama tíma 40% vilja það síst. Það verður svona, ég er ekki bara best að... Ásgeir, það eru flestir sem að spá því að Manchester City verði englandsmeistari, en það heldur ekki nokkuð með þeim, Já, þetta er náttúrulega þetta er náttúrulega kristalkúlu tal hjá okkur alveg fram að kjördegi. En ég er bara að velta þessu fyrir mér að til dæmis eins og með Vigdísi korterið seinna var bara þjóðið mjög sátt við hana. En hún hefði svona að tapa í annarri hún hefði tapað í annarri hún gæti hafa tapað, það er alveg möguleiki en menn fá líka, það er náttúrulega þá líka þú sá sem ekki kemst að fær heldur ekki möguleikan að sanna sig í embætti. Ég meina, þannig er bara lífið. En mér er svo minnist að þegar ég var krakki eða unglingur eftir að sattir, ég var að fara að kjósa í fyrsta skipti,
að þá man ég spurði foreldra mína, af hverju vill fólk ekki stjórnmálamann þá var þessi umræða mjög heit búin að vera með Gunnar til dæmis og Svo var Albert. Já, og Albert var í kosningunum á móti Vigdísi og þessi umræða við viljum ekki stjórnmálamann í stólforseta og ég spurði bara pappa og mömmu, af hverju ekki stjórnmálamann í starf forseta? Og þá var svarið sem að ég held að sé bara alveg mjög heiðarlegt og satt og eigi við enn þann dag í dag. Það var vegna þess að við viljum sátt forsetaembættið. Við viljum ekki að fólk sé að skiptast í flokkspólitíska afstöðu til forseta. Og mér finnst þetta svolítið gilt sjónamið. En hins vegar sína skoðanakannanir það núna að Katrín ágríðarlega möguleika á því að verða forseti. En henni fylgir þetta sem ég að koma að hérna. Það mun kannski ekki verða sátt henni fylgir andstaðan sem fylgir ekki hinum og það er kannski það sem fordræðinni voru að segja. Já, það þessi er að benda á. Ef við tökum vinsælasta stjórnmálamannin og setjum hann inn í forsetakosningar, þá fáum við mesta urgin sem hægt er að bjóða. Þá ferðu óvinsælasta. Þess vegna er það kannski eitthvað sem stjórnmálamann eigi bara ekki að snerta. En þá er það bara verkefni hennar að vinna sér aftur inn þetta. En hver hefði trúað því að Ólafur Ragnar Grímsson er í einna vinsælustu forsetum lýðveldisins á sínum tíma þegar orðin mjög mikil sáttumann þvert á flokka. Það hefði engin trúað þessu þegar Ólafur Ragnar stóð upp í ræðistölu Alþingis og talaði skýtlegt eðli á forsætisráðherra. Ég held að það leið töluverður tími frá því hann sagði skilið í stjórnmálin þar til hann kom inn á þennan vettvang. Og ef ég á að vera alveg köld, hvað segirðu? Já, ég veit alveg að Nei, kláraði. Er það mismunni hjá mér? Nei. En ég ætlaði bara að segja ef ég á að vera alveg köld í sambandi við Katrínu, ef hún hefði beðið í 4 ár, þá held ég hún hefði komið séð og sigraði í forsetakosningum, en það er annað heldur en að standa beint upp úr stólnum og ætla bara að fara yfir á Bessastaði. En Ólafur Ragnar var kosinn aðeins út á eitt. Það var þegar að það var kort af honum og Guðrún og Katrínu borið í hvert einasta hús á Íslandi. Og Guðrún Katrín hafði verulega þýðingu fyrir hans kjör. Já, þau voru bara svo forsetaleg. En ég ætla aðeins í sambandi við þetta með að stjórnmálamaður og forsetaembætti, við skulum muna það að Sveinn Björnsson var náttúrulega tengdur stjórnmálum. Sonur stjórnmálamanns og hafði reynd að vera í diplomasíunni, hann kemur úr svona þessu establishmentinu, kerfinu, hann er establishment. Það er ekki að ríkja við að forsætisráðherra stígi upp og fari framboð. Hann er eini maðurinn á Íslandi sem kann að tala um Ásgeir Ásgeirsson sem hafði verið forsætisráðherra 18 ára áður en fór í framboð það. Já, Ásgeir Ásgeirsson var náttúrulega Ásgeir Ásgeirsson hafði verið það munur á því en einum degi Já, hann hafði bæði verið í Alþýðuflokknum og Framsóknarflokknum og hann var og tengdasonur hans er forystummaður í Sjálfstæðisflokknum, þannig að hann hefur mjög djúp og sterk tengslin í flokkakerfið. En tíminn skiptir máli, tíminn þvær svo margt. Já. Sjáu það bara í viðbrögðum þjóðarinnar. En ég bara svona benda á að Kristján Eldjárn, eftir því sem að ég hef lesið hans forsetatíð, þá var hann mjög nátengdur Framsóknarflokknum. Var á listaflokksins? Já, og var alla tíð sótti þangað svona styrk og ráðgjöf. Og Vigdís er tengd inn í svona vinstri flokkana, hvað við segja, það er ekki að líka þessu saman við forsætisráðherra sem að gengur bara út úr stjórnarráðinu og lýsir við framboð. Ég er ekkert að líka þessu saman, ég bara benda á að allir okkar forsetar hafa verið tengdir hafa ekki verið algjörlega hvítskúraðir af öllum stjórnmálatengslum eins og stundum tala. En erum við lítil þjóð og það væri vandfundin sá einstaklingur sem ekki tengdist með einhverjum hætti stjórnmálum. Ég kannast alveg við þetta sem þú ert að tala að mörgum finnst þetta mjög óþægilegt að Katrín hafi þarna á einum degi skipt ham. Það er eins og Katrín og hennar fólk hafi bara misreiknað þetta. Hvað er mikil andstæðan? Ég hlusta á svona hægri podcast eins og þú varst að reikna í um áramótin og þá var talað að ef Katrín myndi bjóða sig fram, hún myndi mala þetta. Hægrið var algjörlega vistu það að hún kæmi bara inn og myndi svífa bara í fyrstu konunum með 60% fylgi og myndi svo bara halda flugi. Ég held að það hafi verið nokkuð útbreytt að svo kemur í ljós þegar hún býður sig fram að bara þjóðin er bara ekkert á þessari blaðsíðu. Áramótin að Katrín kannski var svo sem var líklegust til þess að geta gengið að einhverjum fjórðungi eða rúmlega það fylgis.
en ég þekki það hjá fólki sem ég hef rætt við að það ásóldið erfitt með þetta að við aðrar aðstæður hefði það stutt Katrínu. Það var bara erfitt með að horfast í augu við þennan við það að hún skipti það er ekkert að Katrínu, það er bara hvað aðeins er tímasetningu. Ég lít bara þannig á að sjálfsög á ég sem sagt, finnst mér það bara verið í andi lýðræðis að hún gefi kost á sér. Þetta er þá bara einn af þessum mínusum sem hún dregur með sér að það sé svona stutt en mér finnst hún mega þetta, mér finnst hún eiga að gera þetta en það er engin vafi en þetta vinnur gegninni, það er alveg augljóst. En uppskeran er hún með 22% fylgi. Við búum í lýðræðisríki sem betur fyrir það að hafa allir skoðanafrelsi að mega allir gefa kost á sér. En svo má líka fólki finnast það sem þið finnst það. Og svo eru bara mjög öflugir mótframbjöðendur líka, sko, við skulum ekki gleyma því sem að hún er að kljást við. Það er mjög sterkir mótframbjöðendur. En það hafa bara verið í hennar ríkisstjórnartíð hafa bara verið að koma upp mjög þung mál sem að fólk hefur tekið bara virkilega nærri sér. Og ég segi fyrir mig, sko, bæði í sambandi við þungunarrofið, í sambandi við innflytjendamálin, bara svo ég nefni 2 mál sem ég hef bara tekið tilfinningalega inn á mig. Ég bara gæti ekki undir þessum kringustæðum samþykkt það að það sé svo bara hægt að standa upp úr forsætisráðherrastóli og fara í forsetaframboð með mínu samþykki. En þá, sko hafandi sagt það, þá er Katrín ágætis manneskja, ég hef ekkert og það er nefnilega svolítið þreytandi einmitt þessi sveimur í umræðina að ef að þú ert ekki með einum að þá sést á mótónum og þessi illa við viðkomandi og þú hatir hann jafnvel, þetta er mjög þreytandi suð og á engan rétt á sér. Bankirhugsun sem er til þess mjög ábyrjandi í ráðhúsinu, maður má aldrei gagnrýna neitt í borginni, það sem var að sakar að hata Dagbjörg. Að rugla saman gagnrýni og ég held við séum koma út á svolítið hættulega braut að við viljum ekki auka veg lýðræðisins og okkur finnst óæskilegt að einhverju bjóða sér fram vegna þess að þeir eru í stjórnmálum eða einhvers staðar annars staðar í samfélaginu. Mér finnst að allir eigi að vera kjörgengir í þessu blessaða lýðræðis samfélaginu. Ég er eiginlega að spyrja hvort það sé ekki eitt af því merkilegasta sem hefur gerst hérna að fólki kringu Katrínu og margir út í samfélaginu reiknuðu með því að hún gæti þetta. En er það komið í ljós að hún eiginlega getur þetta ekki, sko, því hún er með eiginlega 2-falt meira andstöðufylgi heldur en fylgi sem hún er. Já, spyrjum að leikslum, ég veit ekki hvernig það fer, en hérna eflaust hefur Ólafur Ragnar haft álíka mikið fylgi gegn sér á sínum tíma af mörgum sem politist hötuð hann á árinu 1996. Ekki þetta mælingum, hann kemur inn með sko 63%. En ekki þegar hann fór í svo framboði. En hann var náttúrulega gríðarlega umdeildur á sinni tíð. En sko, svo erum við að tala um að sko við viljum ópólitískan forseta. Ég hef ekki ennþá fundið þá mannesku sem hefur enga skoðun á landsmálunum og er eftir atvikum ópólitísk og mér finnst þetta dálítið hættulegt talmanna að við viljum ópólitískan, skoðunarlausan forseta. Nei, er fólk ekki að meina sem er ekki tengdu flokkapólitík? Já, býtu. Vegna þess að eins og Ásgeir benti réttilega á hér fyrir þættinum, þá er þetta óðbóðslega opið embætti. Þú getur lagaða algjörlega þínu smekk. Við sjáum til dæmis sko gríðarlega mun á því hvernig Guðni T.H. Jónasson, ártæki Ólafs Ragnars Grímssonar, haga sér í embætti með við forvera sinn og svo framins. Við getum tekið sagt sem svo að Vigdís Finnbogadóttir hafi verið svona rökrétt framhald af Kristjáni Eldjárn í sjálfu sér, en við erum með embætti sem menn geta farið með svo að segja allar áttir og í krafti væntanlega skoðana sinna. Þannig að við skulum ekki endilega vera að tala um að sko, fólk sé ópolítískt, fólk hefur auðvitað skoða, þó það nú væri. Að sjálfsögðu, það er auðvitað ekkit æskilegt að fá einhvern veifiskata í forsetaembætti sem getur ekki staðið og þess vegna var ég meðal annars að tala um þetta áðan með hvernig þau hafa svarað fyrir fyrri gjörðir og fyrri ákvarðanir að þau skuli ekki geta staðið á skoðun sinni. Ég finnst það ekki meðmæli að vera ekki sannfærður um eitthvað sem þú hefur gert eða rökstyðja betur af hverju þú hefur skipt um skoðun. Og ég meina, og auðvitað kærum við okkur ekki um einhvern sko ópólitískur hefur bara enga þýðingu þessu sambandi, en það munur á því að vera hversu mjög þú ert tengdur kviku stjórnmálana og svifti vindum frá einum tíma til annars og núna erum við að sjá bara meiri nálægð meiri
samtvinnun að því leiti heldur við höfum séð áður. Og líklega er það ekki að ljóst að við munum fá forseta sem að mun fá minnsta fylgi sem forseta við fengið. Það er ólíklegt og eins og ég segi, ég að lesa þetta bara í ljósi þess hvernig að samtalið í samfélaginu hefur breyst með tilkomin nýratækni að sundrung eykst. Ég hef stundum notað þetta sem dæmi sko, hvernig samfélagið okkar er. Ég var einnig að fara inn í hús hérna í Borgartúni og ég geng inn í lyftu og það er klukkan 9 morgun og það eru þarna 5-6 með mér. Ég býð góðan daginn. Það er enginn sem svara mér. Ég er allir með eitthvað og hver í sínum heimi en samt voru við í lyftunu upp og niður í þessum kjötheimum okkar. Og þessi sundrung í samfélaginu, þetta er hneigð mjög sterk og ég er ekkert endilega viss það að við séum að fara að fá í framtíðinni 30, 40, 50% forseta. Ekki frekar en það við getum breytt reglunum og ekki frekar en það ég held að við séum að fara að sjá aftur flokk sem fer mikið upp fyrir 25%. Ég held að það sé bara ekki stjórnmálaflokk, ég held að það sé ekki en síðan þegar við komum að þessu með þú veist, í eina röndina tölum við ópolítíska forseta og þá er það ekki nógu gott en síðan í hina röndina viljum við fá einhvern sem saminar sko, sem er svona svolítið sitt hvor hliðin á saman pening og en þegar ég horfi tilbaka og þá hefur mér oft fundist að forsetinn endurspegla ótrúlega vel sín tíma Kristján með 8. áratuginn Vigdís kemur inn á tímum vaxandi meðvitundar sjálfsög jafnrétti og umhverfismál. Forsetinn Ólafur Ragnar Grímsson í 12 ár var forseti alþjóðavæðingarinnar. Gjörsamlega. Enda dómineraði þó hugmyndafræði heiminn með Blair og Clinton áður og Schröder í Þýskalandi og hvað hétu. Síðan verða bara þessi umpólun, ekki bara hér heldur allstar í heiminum. Við stærsta fjármálarhrun veraldar 2008, þá verður algjör umpólun og okkar forseti umpólast breytir hlutverkinu gjörsamlega en það hafa hann vit og þekking og reynslu til þess að gera það við erum í einhvers konar ekki að segja að tíminn endurspeglast í forsetanum frekar heldur en að forsetanum endurspeglast Jú, ég er það hann hefur kannski engin áhrif kannski hefur þetta og svo er svona tímabil Guðna er svona svolítið tímabil svona hvað er að gera næst? Svona? Við þurfum heiðvirðan, sko, Guðni er kosin vegna þess að þjóðin hugsar einhvern, við þurfum heiðvirðan, heiðarlegan, faglegan forseta. Við þurfum stjórnmálafræðing. Hann er að vísu sakfræðingur, en svona fungeraði sem stjórnmálaskýrandi og hann eiginlega stjórnmálaskýrði sig inn í forseta. Já, hann kom mjög bratt inn. Á tímum þess að þjóðin var búin að missa trú á stjórnmálunum. Já, nákvæmlega. Og svo árið seinna er myndur ríkisstjórn að lægja öldurnar í pólitík og breiða út faðminn taka allt litrófið inn og leiðtogi þess Ásgeir, ég hef heyrt þetta ég hef bara heyrt sko stjórnmálafólki sjálft segja þetta ég man ekki eftir kröfugungunum eitthvað við viljum ekki kjósa meira nei, það getur ég bara man ekki eftir en hins vegar upplifði sko stjórnmálinu að nú verðum við að laga til annars missum við völdin þannig að við skulum bara skella saman þessar ríkisstjórn 3 ríkisstjórnir sem hefur farið illa á örfáum árum og ég heyrði ekki þessa kröfu frá almenningi almenningur til að kjósa einn svona árum Eurovision og almenningur bara til að kjósa hvernig sem mögulega, ég held að ég ætla ekki að mótmæla almenningi finnst mjög gamla kjósa til fórsetanum en svona í sögulegu tilliti þá er svona talað um pólitíska stöðuleika sem mikilvægt í að framfylgja eða til þess að tryggja möguleika á því að það sem ákveðið sé framkvæmt. En þessi pólitíski stöðuleiki, hann hefur leitt til sko húsnæðiskreppu sem er bara harðari heldur en ég man eftir. Hann hefur leitt til svona örugg niðurbrots alltaf grunnkerfi í samfélaginu, lagari innviða. Hvað er þessi stöðuleiki sem við hefum með pólitíski stöðuleika? Hvað er stöðuleikin í samfélaginu? Ég veit ekki hvað vextin eru í Íslandi í dag. 9,25% í 6% verðbólgu. Hvað er stöðuleikin? Ég veit ekki hvar við værum í óstöðuleika með verðbólgu, með húsnæðismál. Ég vil freka pólitískan óstöðuleika og eitthvað svona smá stöðuleika í lífsafkomu fólks. Ég held að það sé ekki útiloka hvort annað.
Já, hvenær erum við að tala um stöðugleika og hvenær erum við að tala um stöðnun, sko? Stöðnun annað orði yfir stöðugleika, það aðeins annað stig. Alveg rétt, sko, alveg rétt. Ég er sammála því. Það er eiginlega annað sem ég pínlítið ósammála þér þetta með pólitíska litrófi, sko, sem var alltaf sagt, en það var ekkert satt. Þetta var ekki hið pólitíska litróf, þetta er þessi flokkar þrír, Sjálfstæðisflokkur, VG og Framsóknarflokkur, eru margt mjög keimlíkir og hafa mjög líka stefnu, eru allir, sko, þjóðnisinnaðir, þeir vilja draga taum, sko, atvinnulífsins á landsbyggðinni, hérna hefðbundnu gömnu atvinnugreina. VG bara Framsóknarflokkur. Já, og sækir styrk sinn í það. Og þeir eru ekki Evrópusinnaðir, þeir eru ekki alþjóðasinnaðir og þannig má áfram telja. Og þess vegna hefur þeim lent mjög vel saman og sko þjóðin bara lét sér þetta vel lenda, hún kaus aftur þessa sömu ríkisstjórn. Þjóðin segist vilja ganga í Evrópusambandið í einhverjum könnunum, en hún vill það í rauninni ekki, nema hún vill kannski ganga í Evrópusambandi með því að ganga ekki í Evrópusambandi. Kosningar 21 voru reynda mjög óvennilega. En sko, því að ég tók fram að þið varu allir fyrirvændi þingmenn Samfylkinguna, þannig að það eru mörg á því hvað má tala illa VG hérna. Og eitthvað finnst gaman að því. Ég tek bara orð Ögmundar Jónassonar vina míns mér í munn og segja ef til vill eru VG ekki lengur vinstri eða græn. En flokkurinn hefur flokkurinn hefur augljóslega ekki staðið sig gagnvart kjósendum, en sko ég tek undir með Ásgeiri að því leyti að sko ég held við séum að horfa á þessar forsetakosningar sem svona ákveðin aldarspegil að sko fólki þótti alveg óhugsandi að það eru 8 flokkar á Alþingi. Mér finnst það bara fínt. Þetta speglar bara svona ýmsar skoðanir, mismunandi skoðanir þjóðarinnar og gleymið því ekki að sko Sjálfstæðisflokkurinn hafði hérna lengi vel örugt 30% fylgi pluss upp í 40%, 60% í Reykjavík 1990 þegar Davíð Oddsson var borgarstjóri. Þannig að sko viljum við hafa stóra flokka, hugsanlega spilta í reykfylltum bakverðum, innverðar og innviður. Ég held að við séum bara farið betra á því í lýðræðissamfélagi að hafa marga smærri flokka sem ráða ekki á miklu, ráða ekki á lengi og þess vegna held ég að sko að kannski sko aldarhátturinn sá að við kannski allt í lagi að kjósa forseta með 25% fylgi. Það er bara alveg í samræmi við það. Það er bara einn maður. Það er annað en að hafa 8 flokka á þingi. En það er í samræmi við það sem er að gerast í pólitíkinni. Þennan forseta, það er bara 20%. Það þurfa að koma í ljós, hvernig þjóðin tekur á því. Já, það er alveg rétt, sko. Þingræðið er það þú nærð x mörgum fulltrúuminn á þing og allir fá eitthvað fyrir sinn snúð. En þegar þú kýst nú forseta þá færðu þennan eina kannski sem að 70% vildu ekki. Og það er náttúrulega erfið staða fyrir forseta. Nei, ég bara segja að það sé tákgræn byltingamynd þeirra breytingar sem er að gerast. Já. En VG skiptir það máli fyrir Katrínu að forsetinn á að vera sameiningatákn, hún er formaður í flokki og skilur við hann í 4% fylgi. Hún getur ekki sameinað sína eigin flokksmenn, það er engi flokkur séð á eftir öðrum eins herskara sem er flúið flokkin. Ég held hún sé bara sko þetta ekki, það var verið rætt í kosningunum. Já, við megum ekki gleyma því að öllum flokkum sem starfa með Sjálfstæðisflokknum er refsað. En þessi flótt út úr VG, ég man ekki eftir öðru eins sko. Já, en það er náttúrulega svona fer fyrir vinstri flokkum sem að trúlofast Sjálfstæðisflokknum í ríkisstjórnarsamstarfi. Sagan sýnir það og því lengur sem að þeir eru í því kæfandi faðmlagi því verð farnast þeim. Herðu, við erum búin að tala svolítið mikið um Katrínu, sömuleita því ég heyrði að það eru margir hérna svag fyrir henni og ég er bara óþekkur. Má bjóða okkur upp á Höllu hund? Hvernig er hennar innkoma inn í þetta? Það myndi mjög mikið á Vigdísi þegar hún kom fyrst fram. Hún kemur þarna fram í vinsælum sjónvarpsþætti, hún er í kóngabláum kjól, hún er með harmonikku í kjöltunni og reyndar, og svo voru það gánamenn í Skaftafellssýslu held ég sem höfðu skorað á hana.
þegar Vigdís fór fram sko þá var hún búin að vera að hugsa lengi og svolítið mikið í bláum lit og svo komu sjómenn togaráhöfn á Vestfjarðamiðum sem skoraði á hana og það réði úrslitum. Þannig að þetta sögulega myndi þetta mig mjög á Vigdísi og ég var lengi vel eiginlega bara vissum að þarna væri, þessi frambjóðandi myndi bara svífa beint inn á Bessastaði. En svo hefur það nú reynst aðeins Hún torsóttari. er ekki haft úthaldið sko, finnst mér. Já, hún náttúrulega, kosningabaráttan auðvitað ekki búin, en hún tók að það bakslag í kappræðunum, sá ég. Já. Spurningin hvernig tekst henni að vinna það upp aftur. Hún lendi náttúrulega í því að bara 10 dögum var hún orðin leiðandi í kosningabaráttunni, sem svolítið kona sem aldrei hefur komið nálægt neinu af þessu tagi, sko. Hún lendir í því til dæmis, sko, þegar hún lendi í þessari boðun hérna í yfirheyslu Morgunblaðsins, að sko og kemur inn á þess að við tala hérna áðan þessi svona stíl nú segist þú hafa alast upp í blokk já en þú ert þarna bara til 12 ára aldurs já og sem sagt þetta láti hljóma eins og þetta sé eitthvað hún hafi einhvern veginn verið að villa á sér heimildir eða eitthvað þýðilegt og þannig að það var augljóslega komið fram við hana mikilli ósangirni. Ég hef ekkert nema vilst bara mjög vel á hana sem frambjóðanda og ég held að hún því mjög góður kostur á Bessastöðum. Það eitt sem ég tók eftir þetta sem að hún kannski var svo fyrsta sem að mér var svona pínuskrítið og allir aðrir frambjóðendur tóku svo þátt í. Það að þurfa að sverja sauðkindinni einhverja trúnaðar eða. Alla lambamyndirnar. Já, það er mjög skrítið. En hún tvímælalaust mjög frambærilegur frambjóðandi, það ekki spurning. Þetta kemur vel fyrir glæsilegur frambjóðandi, en það sem ég hins vegar sá í upphafi þegar að kannanir með 30% fylgi mannesku sem enginn þekkir einföld ásýnd að þá var mér hugsað til forsetakosningarnar í Bandaríkjunum þar sem enginn kemst að nema hann sé með 30-40 ára þykkan skráp orðin áttræður og til þess vegna þess að fyrirgefi ég alltaf að tala um samfélagsbyltinguna að við samskiptabyltinguna með samfélagsmiðlunum að eftir tilkomu þeirra það svo auðvelt að skjóta niður svona blöðrur eða svona eitthvað sem svífur hátt þetta svo auðvelt og ung manneskja lít þekkt að svífa svona upp það þurfti ekki mikið til þess að fipana sko, og á meðan að sko, þess vegna hafði ég svolítið að trúa á frambúði Katrínar vegna þess að hún búin að vera á sviðinu í 20 ár og það eiginlega fátt nýtt sem kannski hreyfir til atkvæðin en hún þar með þetta ólíklega líka til þess að auka fylgisveit mögulega, já og það þessi nýju sem geta gert það sem var áhugavert við Höllurhund var það var ferskleikin í kringum það það sem áhugavert og svo annað, það sem vakti athygli mína á henni var þegar hún færði í tal þá staðreind hvað almenningur illa varinn gagvart orkuskorti verðlagningu orkuverðlag þannig að hún kemur fram sem talsmaður almennings almannahagsmuna og sko það verið að koma fram við hana svolítið eins og hún sé sko óþroskuð og allt of ung og viti lítið og hafa ekkert sannað sig menn hún hefur kennt við Harvard hún hefur sannað sig í vilja til þess að taka tillit til almannahagsmuna hún aðhyllist sjálfbæra hún á miðjum aldri sko. Já, hún á miðjum aldri aðhyllist sjálfbæra auðlindanýtingu kemur mjög vel fyrir þannig að sko, en hún lendir í þessum þaulskipulögðu vélum stjórnmálaaflana og spurningin hvernig sko, tekst þeim að rífa af henni flugfjaðrirnar eða ekki nú kemur það í ljós bara á næstu dögum Ég held hvort þetta séu vélar eða ég meina ég ætla ekki að deila um það ég held hins vegar að það sé í raunni í svona Hefur ekki trú á skrýmsladeild Sjálfstæðisflokksins? Jú, hún til sko en ég veit ekki hversu áhrifamikil hún en ég held að sé bara sko burtsér frá hvernig hagsmunir eru, ég held að sé bara svolítið erfitt í forsetakosningum nú og í framtíð með að við erum með
samskiptatækni fyrir einhvern lítt kunnan að stíga fram og lifa það af. Þú þarft að vera svo bætin, þú þarft að bara vera hún heyrnarlega svona heilir ekki kakka. Það er svolítið það sem sko, ég held að þetta neyjist í þá átt. Og sem sagt, kannski því verið en þess vegna sko, svona, já, ég hafði alltaf ákveðnar svona efasemdir með hana vegna, hún var, ég hafði séð hana kannski í einhverjum viðtalsbrotum, þrisvar, samt hef ég sem sagt, hann starfað hluta til að fylgjast með, þannig ég get rétt ímyndað mér hvernig svona almenningur, hvaða hugmyndir hann hafði það, en samt sko reis þetta upp í 30 og þá var það einhver svona jákvæð góð ímynd, tilfinning sem hún skapaði, en að samaskapi þið kannski kannast við það, eitthvað sem í miklum vandræðum, kannski eitthvað sem að reka fyrirtækið eitthvað og bara vandræði gengur illa. Sá maður eða kona, hann verður oft svolítið vongóður. Maður kannski að spjalla við ykkur og þá er nýji starfsmaðurinn sem hann svo ánægður með að þegar maður í vandræðum þá verður maður svo oft vongóður og fyllist trausti við ykkur breytingi sig að koma. Kannski íslenska þjóðin bara í þessu ástandi. Kannski íslenska þjóðin bara upplifis eitthvað í vandræðum og kemur ykkur bara out of the blue og þá erum við bara til að veðja á hann. Þetta er líka þekkt í fótboltanum, það er nýji leikmaður. Og Eurovision. Halla, eða viltum að bjóður upp á Baldur Þorvaldsson? Sko, ég vil bara undir það... Ekki til að kjósa, heldur bara til að... Nei, ég vil taka bara undir það að sko, Höllur Hrund fylgdi mikill ferskleiki og ég held að hún hafi verið kosin fyrirfram út af þeim ferskleika sem henni fylgdi gáfum og geðprýði og en sko, svo kannski eftir því sem leið á fórum við kannski að reyna að máta hana í embættið og þá kannski fórum menn að hugsa sinn gang, ég veit það ekki. Baldur er náttúrulega einstaklega fær maður og það verður mikill sómi að því að fá hann á Bessastaði, Baldur og Felix og hann hefur ekkert fipast. Hann hefur ekki fipast. Hann hefur eftirveit fipast í því þegar hann sagðist ekki mun eftir því hvað hann misti minni svona í 5 sekundur. Tók bætinu á þetta. Já, það var ekki heppilegt en hérna, ég er bara mjög stoltur af því hvernig ég greiddi atkvæði í Eisæfi á sínu tíma. Veistu, ég man ekki hvernig ég greiddi atkvæði. Já, en ertu ekki ég var að reyna að rifja þetta. Það er hægt að rifja það upp á vef Alþingis bara. En mér finnst Baldur hafa rekið sko mjög fáaða, góða kosningabaráttu, farið víða eins og reyndar flestir og verið mjög málefnalegur. Hann vísuð þurft alltaf fyrstu 5-10 mínútur að svara fyrir sko kynneið sína sem mér finnst alltaf skrítið að gerist árið 2024. Það kannski verið eðlilega að gera 1974 en ekki 2024 en það verið mikill sómaðanum, hann er kunnáttumaður, hann er fræðimaður, hann er vel giftur. Í kosningabarninu þá hefur hann bara gengið eiginlega bara, hann hefur bara gert allt sem meira minna rétt. Nema fylgið er ekki alveg að hann er þetta. En ég segi þessu Sigmundur, mér finnst þetta Baldur mjög frambærilegur, alveg virkilega, honum varð á þarna þegar hann misti minni en bursið frá því, þá sko það eru fáir með svona undirstöðu betri þekkingu á bara íslensku samfélagi og stjórnskipaninni og stjórnmálafræðinni allri. Hann er svona rökrétt fram að Já, það má eiginlega segja það. Þannig að vissulega væri það líka skemmtilegt að fá Ekki kannski bara háskólasamfélagi að sjá þetta. Ég er ekki frá því, veistu, En það væri líka bara út af mannréttinda ástæðum og stöðu samkynhneigðir og annað væri mjög gaman að sjá hann í á stól forseta og mér fannst flott svarið hjá honum þegar hann sagði ég er ekki hommi í framboði, ég er forseta frambjóðandi. Íslendingar þurfum líka bara svolítið að skipta spóluna í hausnum á okkur þegar kemur að þessum málum. Þannig að, já. Já, það vekur athygli mína, sko, hversu mikið stuðning hann nýtur meðal ungs fólks. Og það segir svolítið sína sögu. Ég held að standi fyrir eitthvað sem ungt fólk samsama sig við og ég tek undir með ykkur. Ég vissi sjálf sér ekki hvers konar kosningabaráttu hann myndi heyja en þetta hefur verið í rauninni
afskaplega velhefnað og áferðarfallegt og ég til dæmis ræðanans þegar hann kynnti framboðið þóttu mér afspyrnu góð þegar hann kallaði fólk til að ganga til liðs við þá sem vildu vinna að fjölbreyttari samfélagi að Ísland hefði rödd meðal þjóða og svo framvegis. Þetta var einhver afskaplega vel gert. Hann með sjálfstraust og yfirleitt bara í stuði í kosningabaráttunni. Kannski vegna þess að einhver leiti held ég að sko, hann horfi á sko, frambóðið sem tilgang. Hann sé ekki jafn háður, ég held að hann fá ekki jafn mikið áfall í þegar hann sé skoðanakanninnar og margir aðrir sem líti alltaf á þessi stóra dóm og mæta svo kannski óörugg til leiks. Hann stendur fyrir sko hann hefur verið svona konsekvent í gegnum alls saman sko og hann stendur fyrir mjög sterk og markviss gildi, hann stendur fyrir frjálslyndi, hann stendur fyrir fjölbreytileika og hann stendur fyrir fjölskyldugildi. Hann leggur gríðarlega áherslu á fjölskyldugildi og þetta held ég að hafi skilað á hann. Þetta alltaf svo stórkostið fjölskyld að hún kemst ekki út úr götunni sko, þeir eru búin að leggja undir sér 3 húsa. Eitt af skemmtilegstu augnablikum þessara kosningabaráttu tengist einmitt Baldri í þættinum á Stöð 2 þar sem Heimir Már Pétursson vinur minn var spyrill og Baldur nýbúinn að missa út úr sér að hann komist allavega inn í viðtölin nefn hann sé búinn að réttlæta sína kynhneigð. Engin annara, sko, engin af konunum spurð út í sína gagnkynhneigð og það hefur aldrei verið gert. Og þá hlýtur að verum sko, Heimir Már hvort að það sé þá í lagi að hommi stjórni umræðinu. Já, við erum, sko, það nánast ekkert að hlæja sig vegna þess að við erum ennþá þarna. En það líka það vakti upp hjá mig það sem Smári var að nefna áðan sko að sko þessar kosningar og kannski sumbatkosningarnar síðast að sko það eiginlega þú veist það þarf enginn að vera tapari. Það eins og til dæmis Halla Tómasdóttir hún hefur notað þetta sem á alþjóðavettvangi að vera runner up. Þú veist Baldur að sína sig og sanna og ég burt sér frá því hvort hann sigrar þessar kosningar eða ekki, hann orðið afl sem eftir verið tekið í umræðu hérðan í frá, ekki spurning. Ég held að sama verði hægt að segja Höllu Hrund þó svo hún ná ekki sínu á sama hátt. Þetta séu frambjóðendur og lista ykkar samfylkingarmann í næstu kosningum Halla Hrund og Baldur Þórðarson. Nei. Baldur Þórhallsson náttúrulega varaþingmaður Samfylkingar. Nei, ég að spyrja hvort að það væri til dæmis eitthvað sem getur gerst. Það eru blunda framsóknar líklega. Framsókn blundar í öllum líka, sko, ekki gleyma því. Nei, sko, það náttúrulega ekki ólíklegt að einhverjir af þessum forsetaframbjóðendum noti þetta sviðsljós til þess að fara svo í þingframboð. Það augljóst. Og mér nú eiginlega augljóst með ákveðna aðeila þarna að það muni nú verða þannig. Nei, ég ætla ekki að nefna nöfn, bara ég ætla að hafa mína grunnsendur. Það eru 2 eftir á matfélum, Jón Gnarr. Einstaklega ánægilegt að sjá hann og viðtalið í sjónvarpinu í gær var með eindæm skemmtilegt. Ég ætla að spila viðtalið við hann hérna á eftir sem ég held að sé frábært. Já, því að sko ég held að loksis rennu fyrir fólki á hverju maðurinn í frambóði. Og það að hann skildi bara segja að hann teldi það rétt að þjóðin ætti kost á því að velja Jón Gnarr í þetta embætti. Að það hafi í rauninni verið ástæðan fyrir því að hann stígur fram. Hann svo hlýr, hann svo mikil manneskja, hann svarar svo mikil einlægni og þegar var spurður erfið álitaefni þá bara svaraði hann bara hreint að hann vissi ekki hver niðurstaðan, hann skildi báða og þarna bara kom fram sko, ég hugsaði með mér já, bara, þú veist, akkur ekki að styðja hann. Ég bara hreinlega því að þarna fannst mér hann svona einhvern veginn stíga út úr hlutverki sem hann hefur verið í hingað til vegna þess að hann hefur verið að fjara undan hún svolítið. Kannski nær hann viðspyrnu og mér þótti þetta bara sko var ekki svolítið eins og hann fyndi ekki hlutverki. Já, mér fannst að vera búin að finna enda var hann ekki tónin sko. Enda sagði mér eitthvað sem hefur unnið með honum að þetta sé bara einn allra besti sko einstaklingu til þess að lesa anda á samfélag
og augnablik og hann kannski bara, hann reyndar í önnum, hann vinnur 12 tíma á dag í að taka upp þætti, kannski hann að finna sér núna, ég fannst það bara. Þeir ætla að gefa nú frí þarna á 50. föstudag næstu viku. Já, það. Þannig að þá getur að fara í kosningabaráttu. Mér finnst það mjög ánægilegt og eins og ég segi, eins og ég var ræðið veitn í morgun sem sagði, hann sagði bara, ég búin að ákveða mig, ég ætla að styðja sjálfstætt starfandi listamann. Hvað segir þið hinu Jón Gnarr sem að, ég minna, það var þannig að fólk var ekki alveg átt að sjá því hvert var erindans í þessu framboði? Sko, Jón Gnarr ábyggilega mjög mætur, ég þekki hann ekkert persónlega, mætur maður og yfirleitt, sko, hans málflutningur þú veist, mannúðar þrunginn og jákvæður og allt gott Jón að segja. En ef ég máta hann við hlutverkið, þá kannski fyrir mína parta þá mér finnst hann ekki mátast mjög vel fyrir þetta hlutverk. En það ætlar hann ekki að leika hlutverkina. Það er eins og með Katrínu sko að þetta alveg ljómandi fólk. Katrín nú frænka mín líka en ég ekki alveg kannski að sjá þau í þessu hlutverki eins og staðan ég geti reynt að vefja það inn í einhvert málskrúðum, einhverjar forsendur en stundum verðum að líka bara aðeins að tala við svona sinn eigin smekk einhvern veginn. Þetta er bara hraðsporð og þú labba fram hjá þessu rétti. Já, þessi réttur ekki að laða mig. Viljið þið tala Jón Gnarr eða má bjóða okkur the comeback kit Höllu Tómasson? Já, ég ætlaði bara langar bara að segja Jón Gnarr að mér finnst frábært að hafa hann með í þessari kosningabaráttu. Mér finnst það frábært ef að hann svona að finna sig, sem mér fannst hann ekki alveg gera það svona fyrst. Ég hef ekki séð þetta viðtal sem var við hann í gær og ætla að sjá það og hlusta á hann hjá þér. Mér finnst hann alltaf hafa eitthvað merkilegt og gott fram að færa. Mér finnst hann er einn frjóasti maður sem við eigum, hann segir alltaf eitthvað óvænt og skemmtilegt þannig að bara að gera, hafa hann með. Ég held að Jón Gnarr gerir þessa kosningabaráttu mjög skemmtilega. Hann mikill og góður listamaður og mikil manneskja og ég þekki hann vel og hefur mikill í brunns að bera. Hann auðvitað búin að vera í mörgum hlutverkum og fólk kannski skilur ekki alveg í hvað hlutverkan hverju sinni vegna þess að það koma svo mörg hlutverk upp í hugan. Það náttúrulega sá bakki sem margir listamenn hafa á bakkinu. En mér finnst hann óvenju málefnilegur í þessari kosningabaráttu og hafa einmitt fundið fjöl sína. Og það mjög hollt og gott fyrir hann. Ég held að hann muni, ef hann vinnur ekki, komast frá þessari keppni sem sterkari þingmaður fyrir Samfylkinguna. Já, sterkari Samfylkinguna. Já, hugsanlega þingmaður og ég get séð nokkra þingmenn þarna sem komast ekki að á bestu. Þetta bara Samfylkingafólk sem bjóða sig fram? Já. Að hluta til. Katrín og Krattanir. Já. En það var það rætt á þessum hægri hlaðvörpum mjög mikið að þar hefðu menn engan frambjóðanda. Nei, já, Ernar Þór Jónsson. Ég allir með Arnar Þór og svo má nú spyrjum hann að Höllu Tómasdóttur auðvitað. En hún hefur verið að standa sig, ég skil alveg hennar sókn upplistan því að hún hefur verið að standa sig, kom mjög vel fyrir í og það sannaði afsannaði það sem var búið að vera að segja að kappræðurnar í sjónvarpinu hefði ekkert að segja að vera enginn að horfa sjónvarp lengur en það var akkurat þessar kappræður sem að í raun og veru það bara endur speglaðist í skoðanakönnun dagsins næsta dags hvernig þau höfðu staðið sig í kappræðunum og Halla kom vel og hún hefur komið mjög málefnalega og vel fyrir í sinni kosningabaráttu. Það voru náttúrulega 28% eða ekki sem að kaus hana síðast. Já, Andri Snær, hann sagði manni eftir síðustu kosningar að ef að það hefði verið kosið viku síðar þá hefði hún unnið. Já. En hún mjög frambærilegu frambjóðandi, hún svona frambjóðandi hins frjálsa alþjóðlega atvinnulífs og það hefur ekki mörg atkvæði. Já, ég veit það ekki, vel máli farin Alcoa og
við skulum ekki vera að nefna. Já, fólk að hafa áhyggjur einmitt af einhverjum svona tengslumennar svona við auðhringi og annað. Það kannski bæði styrkurinnar og veikleiki. En það breytir því ekki að hún hefur komið mjög vel fyrir í baráttunni og hún hefur sín á forsetaembættið og svarar vel og svarar. Já, náttúrulega hennar vandi er náttúrulega að fólk tengir hana við útrásina með réttu eða raun. Það voru 28% síðan sem fóru yfir þann hjalla. Og svo það líka en þú svona hver myndi duga núna. Þetta með að vera alltaf svona koma alltaf neðan úr djúpinu svona því að kallaði combat kit. Þetta ekki svolítið svona jákvætt að ná alltaf að fara eiginlega gegn ekki Ástþór comeback kit? Nei, hann ekkert comeback hann bara og ég tók líka eftir því að eins og við höfum margoft nefnt hér að þá hafa viðtöl Stefáns Einars Stefánssonar í Spursmálum Morgunblaðsins verið svolítið að skilgreina svona viðkvæma punkta sem síðan verið að tala og aðri fjölmiðlar fjalla hún kom þarna til síðast og eftir hún komst á skrið og fór yfir þessi 10% þá var hún eins og Guðmundur nefndi að hann boðuð í viðtal hjá honum. Hún kom mjög vel frá því. Þar var aðal áherslupunktur Stefáns Einars var að stillinu upp við hliðin á Brandsson sem er konungur skattasniðgöngu í heiminum, verð það og forystumaður í þessar hreyfingu sem hún framkvæmdastjóri fyrir. Og það er svona ítrekka verið og Stefán Einars talaði svolítið mikið vegprestinn sem vísar veginn en fer ekki þangað sjálfur. En mér fannst hún standa vel í lappirnar í sínu svörum og það var eiginlega ekkert í því sem ég sá að gæti svona stoppað af þetta skriðanar og ég held hún muni halda áfram. Það ekki ennþá búið að finna farangurinn í hennar fórum? Hún mjög, mér finnst sko þó að þetta séu orð og hugmyndir sem maður heyrir oft og finnst oft verið í búningi einhverja klísja þá finnst mér hún glæða þetta innihaldi. Já. Ég segi það. Ég er sammála því. Og svo þetta með sko, það er verið að tala alþjóðlegt atvinnulíf. Það er bara menn líta á það frá mismunandi sjónarhornum. Sumir sjá bara fyrir sér alþjóð öðurhingi. Margt ungt fólk sér fyrir sér atvinnutækifæri, spennandi líf og vinnu í útlöndum. Leið til að koma spurt frá klakkarum? Leið til þess að öðlast áhugavert líf og hún getur líka staðið fyrir það. Og þannig, þú veist, þetta bara fer svolítið eftir í hvaðan fólk kemur. Talar eitthvað við ykkur sko pólitíkina, þingið og flokkana? Er ekki allir að tala þetta? Nei, sko, pólitíkin er bara núna í... Er þing? Það er... Það er möguleikið að myndu sko tróða útlendingalóðunum í gegn. Það verður eftir kostingar. Það er búið að fara í gegn með aðra umræðu. Ég reikna með að þegar að sko forsetakosningarnar halda loki núna á pólitíkinni, þegar að þetta er afstaðið, þá held ég að það fara að sjóða allverulega í þeim pottum. Óvinsælasti stjórnmálamaður landsins er Bjarni Ben, það kemur ítrekka fram í kosningu í öllum skoðanakönnunum. Óveldir hans er að beinast núna að Katrínu. Að lokinu þessu kosningu þá er það bara mál búið og Bjarni sem þá leiðtogi ríkisstjórnarinnar hefur þann bagga að vera óvinsælasti stjórnmálamaður í traustmælingum. Ég sá stjórnmálamaður sem langminnst trausti borið til af öllum ráðherrum eða þingmönnum. Ég held að 2 flokkar við borðið þurfi að slíta stjórnarsamstarfinu, það er bæði Sjálfstæðisflokkurinn og Vinstri grænir, ef þeir ætla eiga einhverja von endurheimt fylgi. Og sko munum að Davíð hafði alltaf, sko hann var alltaf óvinsælastur en hann var líka vinsælastur. En Bjarni hefur þetta ekki. Bjarni valdi vitlausa súlu, bara óvinsælastur. En heldurðu að að Sjálfstæðisflokkurinn geti slitið ríkisstjórn með formanninn sinn í forsætisráðuneytinu? Það er ekki Sjálfstæðisflokknum líkt ef við skoðum söguna.
En, Já, sko, Bjarni hefur aldrei klárað ríkis. nei, og Bjarni er eini forsætisráðherrann í sögu þjóðarinnar sem ekki getað flutt áramótaávarp. Og Hann hugsanlega getur ekki komið aftur í kostningar í haust með þann farangur, eða það? Nei, þá yrði flokkurinn held ég í öllum aðalatriðum að skipta fóringi. Það held ég sé alveg ljóst. En hann er ekki í neinum, hann er ekki í Hann ástandi til þess. er bara ekki í ástand til þess að velja sér nýjan fórst. Slíkar eru hjarningavíin innan hans. Ég held að það verði ekki þessar aðstöður skapast við eitthvað tiltekið mál. Það er bara þannig. Þú veist, þetta Við sjáum ekki fyrir. eins og alltaf. Við sjáum ekki fyrir. Þetta gerist yfir eina nótt meðan að Bjarni var síðast fórsætisráðherra. Okay. Herðu, en ég ætla að enda þá bara með því að aðtúka þið sjáuð mikið hérna fyrir. Hver verður fórsti? Það er bara eitt, enga vífilengur. Þú ert ekki frambúð, þú segir bara eitt. Katrín Jakobsdóttir. Annarkvort Katrín Jakobsdóttir eða Halla Hrund Logadóttir. Katrín. Sjáum til hvað þið hafið rétt fyrir. En þú? Hvað segir þú? Ég veit það bara ekki. Heyrðu, ekki að svona. Mári, þetta er nú... Þú verður bara að segja eitthvað. Ég veit það ekki. Ég held að vera ekki Katrín. Ég held að komið því gennum það. Nei. Ég ætla að sá sem að verður sko með mest fylgi og það verður ekki Katrín, svona á þriðjudaginn næstu viku, það verður fórst. Halla Hrund eða Baldur. Nei, eða Halla Tómasar. Eða Halla Tómasar. Já, þau þrjú eru nefnilega, það verður fróðlegt að fylgjast með þeim. Staða Já. Og svo er það þetta, í hvaða átt sko línan er að fara. Og sá sem er með línuna uppi við og er samt komin upp í sko 6,2 þegar sá hæðstir í 22, þá held ég að sko líkurnar á því að Halla ná að fara hana yfir eru bara tölverðar. Þetta er svolítið eins og svona 1500 metra hlaup. Já. Er það ekki? Sko, þú getur verið inn í hópnum og svo getur þú alltaf tekið á ráð og það er bara tímasetningin. Þú ætti að hafa fremsta mann nægilega nálættir til þess að... Ég held að staðan sé núna svo að Katrín er sennilega með traustasta fylgið af því fylgið sem er komið á hana. Ég held að hinir séu svolítið að taka hver frá þér. Já, en spurningin er sko, nær einhver þeirra að safna sér aftur og skutlast. Fólk er að tala um að sko að ætla að kjósa taktíst eða strategíski en það er bara hvern. En varðandi að þetta segja núna, að því að maður sá það að þegar Halla Hrund reis upp, þá var það hún sem að gat sótt inn í fylgi Katrínar, sem eru þá svona eldra fólk og íhaldsamara, sem er bara, Katrín er náttúrulega bara með síðasta fylgi Ólafs Ragnars, helmingin af því, sem að hann náði bara 52% atkvæða, hún er þykust að þar. Halla Hrund náði inn í það sem að Baldur, Jón og fleiri höfðu ekki náð. Þegar að Halla Hrund síðan missi fylgið, þá ferði það ekki til Katrínars. Það er það í sko Höllu Tómas. Það fettir Höllu Tómas frekar sem er miklu líkari kannski Ólafur Ragnar í sömu. Þannig það er eins og Katrín get ekki auki fylgið sitt. Það er í eitt skipti ákveður ykkur að fara frá henni yfir á Höllu Hrund og svo segjum ég treysti ekki Höllu Hrund, þá fer það ekki aftur heim. Ég er samt að hitta fólk sem er að snúast á sveif með Katrínu. Er það já? Herðu, kæra þakka ekki, það gaman að fá okkur þetta. Ásgeir og Lína, Guðmundur, Andri og Sigmundur. Kæra þakka. En ég fæ að sitja hérna áfram og reyna að skilja þetta samfélag sem við erum í. Næsti kafli er hér eftir augnablik. 60% Eflingarfólks á erfitt með að ná endum saman. Hvernig er hægt að réttlæta það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, heyrðu, það er komið að þeim kafla hérna við rauðaborðið varðandi forsetakosningarnar sem að verða 1. júní að ég fæ hingað frambjóðendur og ræði við þá oftast bara eitt tiltekið mál sem er eitthvað í þeirra áherslum sem að er gaman að fá nánari útskýringar á. Og hingað er komin Jón Gnarr. Velkomin. Já, takk að fyrir. Heyrðu, það sem að ég myndi helst vilja ræða við þig er að þú hefur sagt að þú viljið minni leiðindi. Er það ekki? Já, mér finnst þetta svo brilljant. Þetta er langbesta viðtal sem ég farið í, bara strax áður en það byrjar. Nei, maður hefur heyrt að þið finnst ekkert gaman að vera að svara enna málskotsrétt og eitthvað fleira. Þannig það er eitthvað í þínu frambóði sem er það að við getum
gert eitthvað öðruvísi. Þú Já. líka talað það vantir meiri sköpun, þú eitthvað talaður áslá það. Já. Að við værum eiginlega eins og við værum vitlustilt að við verum með fókusin of mikið á ykkur sem væri bara leiðilegt og skilaði engu og væri óskapandi og þess að sætu við kannski uppi með bara leiðilegar lausnir. Já, sko, mér finnst bara áherslan á leiðindi á Íslandi, mér finnst hún hafa farið bara mjög mikið vaxandi á síðustu árum og mér finnst mikið framboð af leiðindum og ef þau verði ekki til af sjálfu sér að þá finnst mér þau gjarnan bara búin til hérna því að það vanti leiðindi og Sá sem ekki skilur hérna, þau voru að nefna dæmi. Hvað byrtast leiðindi? Sko, hérna já dæmi ég sko hérna mér finnst svona í umræðu til dæmis þá finnst mér komin svolítið mikil harka mér finnst svolítið stutt í alhæfingar og dómhörku og svona ávirðingar í umræðu og ástandið í samfélaginu okkar sérstaklega kannski eftir með tilkomu COVID og sko hérna að þá hefur aukist og svona og líka ljósi efnahagsástandsins á Íslandi að þá hefur svona hvað maður að segja svona fólk svona hvað maður að segja óöryggi gremja og svona reiði finnst mér hafa vaxið og mér finnst enginn vera almennilega að taka á þessu það er að segja einhvern veginn sko að þetta sé til staðar og fólk sé óöryggt og reitt og ágæðinhátt finnst mér stemningin á Íslandi í dag ekkert mjög ólík því sem hún var eftir hrunið. Já, sem var til þess að þú bauðst fram. Já, það var sko besti flokkurinn. Bara eiginlega rétt rúmu ári eftir hrun. Já, nei, ég menna þú veist, ég bara hérna þú veist, ég á alltaf eitthvað svona, ég á svona harmrænt samband við sko svo margt. Ég á harmrænt samband við Ísland og ég á harmrænt samband við sósíalisman og ég á harmrænt samband við kristnina sem sagt að þetta eru hlutir sem eiga svo gríðarlega sterk ítök í bara sálinni minni og ég hef mikla ástríðu fyrir og einhvern veginn í hruninu það sem gerðist líka í hruninu var að sko pabbi minn dó sem sagt lá banaleguna í hruninu og hérna og hann sagði getur þú ekki gert eitthvað í þessu Jón unga fólkið og þið og hérna og ég bara jú kannski eitthvað á svona og besti flokkurinn var fyrir mér einhvern veginn svona eitthvað mótsvar við þessari vaxandi reiði og ég fór hérna niður á Austurvöll og þú veist ég sá svo mikið af fólki sem var hérna fyrir framan Alþingi reitt, jafnvel flegjandi einhverju dótið þarna í Alþingi berjandi bumbur og hrópandi og berjandi náttúrulega hérna, pottum og pönnum og mikið bara fólk sem ég þekki sem bara hérna, nágrannar og vinnir og samstarfsfélagar en svo ég líka löggurnar sem stóðu þarna fyrir framann móti fólkinu og pappi var lögga skilur, pappi var líka kommunisti skilur og sko 30. mars þegar Ísland gerist aðila NATO og pappi lokkar hann í fangaklefa skilur, því að hann var ekki treystandi til þess að sinna embættisstörfum sínum skilur, þetta er allt eitthvað svona og ég þetta bara svona einhvern veginn mér fannst allt þetta fólk einhvern veginn ekki þurfa að vera með svona að stríða gert hvert öðru. Mér fannst frekar að þetta fólk ætti einhvern veginn bara að setja saman og ræða saman einhver að finna einhverja sameiginlega lausn. En þú vildir lækna þetta ástand? Ég vildi gera það, já.
en ekki meðvitað. En tókst það með bestarlóðum? Ég held það, já. Ég held að við tekist með ákveðin átt að lægja ákveðin öldu, taka ákveðina reiði og veit henni svona farveg í mér sem að ég bar og svo stóð ég bara misjaflega undir því. Sumir höfðu gert ákveðnar væntingar til mín að ég myndi gera ákveðnar hluti og sem að hérna var hérna misjaflega raunhæft eða óraunhæft og einhvern veginn að auka gleði og sem sagt sko þannig að hérna og mér finnst svona minnst mætti fjölga bara svona tækifærum til þess að koma hlutum skemmtilega og óvart og hérna En ef við maður fara með þið aftur í hrunið, þá náttúrulega margir af þeir sem voru reiðir á Austurvelli, stöldu það vera réttláta reiði og það væri vegna þess að þau verið... Það versta tegund af reiði sem til er. Þeim fannst það væri réttláta reiði. Þau verið sviknir og þau voru að reyna að knýja á breytingar. Kemur þú þá og reynir að láta fólk hætta að vera reitt til þess að sætti sig við óbreytt ástand? Eða möguleiki á því ef maður losa sig við reiðina að maður náði samt einhverjum breytingum eða verðstu bara aldrei að stefna neinum breytingum? Já, einmitt, þetta góð spurning sko svona þjóðfélagsbreytingin sem að ég svona þrái eða leitast við einhvern veginn að reyna að hjálpa til við að efla einhvern svona þroska sem sagt til þess að útkljá vandamál eða ná árangursríkari leið til þess að leysa vanda og þannig að við tveir myndum stefnaði að auka þroska okkar en við myndum jafnframt reyna að auka þroska okkar í samskiptum okkar eða hvað? Eitthvað svo leiðis, já. Þannig að samfélagið þarf að þroskast og við líka. Og mér finnst líka bara í öllum samskiptum, í öllu þau sem við erum að gera, til dæmis bara öllum verkefnum sem við erum að gera, hvort sem ég er að leika í leikriti, gera sjónvarpsþætti, þú að byggja upp samstöðuna, stjórnmálaflokk, að þá eru svo mörg ósýnileg innihaldsefni í þessu sem eru eins og virðing og traust til dæmis og mér finnst oft hort fram hjá þessu að það þurfi að, og þetta er bara í sambandi fólks þá gildir svo mikið að það sé gagnkvæm virðing og það sé traust og til dæmis ég hef verið baráttumaður fyrir trausti og ég hef verið gagnrýndur fyrir það. Til dæmis í starfi mínu sem borgarstjóri þá lagði ég áherslu á það að treysta samstarfsfólki, að treysta sérfræðingum og embættismönnum sem voru að vinna sem eru oft hámennta og reynsluríkt fólk frekar en að taka einhverja svokallaða sjálfstæða pólitíska ákvörðun og þá var það að nota gegn mér að ég væri bara handbendi sem viljalaustu verkfæri í höndum embættismanna og mér finnst þetta ekki rétt mér finnst við þurfa meira traust og meira lýðræði og minna einræði og að sem flestir fái að koma að borðinu og hérna sko og ég bent á það til mér bara eins og þegar ég er að núna er ég að taka upp sjónvarpsþætti sem að ég er að leika að hlutverkið og ég skrifa líka og ég á hluti í verkefninu mikill að hagsmuna gæta en þú veist, ég er búin þarna með það er aðilar sem er að taka þetta upp bæði myndina og hljóðið það er verið aðilar í að gera leikmynd og það er aðilar í að klippa þetta ég þarf að treysta þessu fólki öllu saman ég er ekki með nefið onni, ég er ekki að koma reglulega við og kíkja á hvort að klipparinn sé að gera það sem hann á að gera, heldur treysti honum algjörlega, vegna þess að ég hef enga ástæðu til að gera það ekki og ég fer ekki að vantreysta neinum fyrir en ég hef ástæðu til að gera það og þetta finnst mér vera eitthvað sem að við mættum reyna
að kannski leggja meiri áherslu á í samfélagi okkar. Sumir líta svo á að til dæmis við sem annars erum með stjórnsýslu eða bjúrókrasíu og svo erum við með pólitík sem sko viljinn til þess að fara eitthvað tiltekið og besta kerfið sé þannig að hvort tveggja veiti hinu aðhald. Einmitt, og það sé raunverulega byggt upp á vissu svona átökum þarna á milli. Það sé bara gott að hafa stjórnmálamann sem vil fara þangað og stjórnsýslu sem heldur aðeins aftur á honum. Einmitt. En líka stjórnsýslu sem að vill halda í eitthvað strúktúr og svo stjórnmálamann sem að sparkar honum aðeins áfram. Algjörlega. Þannig að í eðli þessu séu átök. Algjörlega. Þú ert ekki hafna því? Nei, þetta er bara yin og yang. Þú veist, þetta þessi endalausa leið til að... Gagnrýnin á þig var að þú hefur gefið allt og mikið eftir og leyft bara bjúrókratíuna að ráða. Já, Hvort sem hún sko réttmætti gagnrýnin ekki, en það gagnrýnin. Já, gagnrýnin það, hún ekki rétt, menn þetta hefur verið rannsakað. Það var gerðar vísindalega rannsóknir á þessu við Háskóla Íslands, hvort að stjórnunarhættir mínir hafi verið góðir eða slæmir eða eitthvað svona og niðurstaðan í þeim hefur verið svo að stjórnunarhættir mínir hafi verið góðir og í samræmi við það sem tíðkast í svona nútímalegum stjórnunarháttum. Það er að segja meiri fagmennsku og svolítið líka svona lærdómurinn af hruninu sem að mér fannst, sem að ég sko náttúrulega las ekki alla þessa skýrslu en ég svona gluggaði hana og það sem að stóð upp úr meðal annars upp úr því fyrir mig var skortur á fagmennsku í íslensku skortur á fagmennsku meinsemd í íslensku stjórnkerfi og pólitísk völd eru allt og mikil sem sagt oft tekin af ófaglegum aðilum sem hafa ekki faglega þekking. Þú ert alls enginn Sigmundur Davíðs sem að myndi orðið þetta þveröfugt. Pólitíkin hefði ólítil áhrif. Það bara þannig. Hann akkurat hérna megin. Já, einmitt, jú, það bara mjög gott. Þú má taka því sem hrósi eða skömmum að þú sért ekki eins og Sigmundur Davíðs. Já, algjörlega. En ég meina, þú veist, ég engin skilur, ég ekkert og annað líka, skilur með, þú veist, ég grínisti og ég segi stundum eitthvað bull og ég tala undir rós eða eitthvað svona, en ég myndi ekki, ég held ég geti fullit, ég ekki fróðusnakkur, skilur, ég fróðusnakka ekki að eyða tíma fólks í eitthvað svona þvaður, nema það sé eitthvað komískur tilgangur í því, skilur, en að öllu jöfnu reyni ég að sýna bara tíma fólks og athygli virðingu og þannig að sko að þetta svona bara Ísland landið okkar mjög erfitt, þetta erfitt land, við erum með sko, þú veist, það er tæplega hægt að kalla þetta sumar þetta veður sem hérna úti en við reynum að gera það besta úr þessu og virðist þau ætla að fara að voru og svo kemur haust. Já, svo kemur haust, ég menna það var snjóaði bara í fyrradag sko fyrir norðan og sko og mér finnst svo mikið af bara leiðundum frá náttúrunnar hendi að mér finnst óþarf að vera bæta hana, mér finnst við ættum frekar að reyna að auka gleði og mér finnst svona tilhneiging til þess oft í menningu okkar og ekki bara okkar heldur líka í svona þessari vestrænu eða norður-evrópsku menningu að álíta að setja eitthvað samansemmerki á milli sko gleði og greindarskorts. Já. Sko, þú verður að tala eiginlega svona bara grundvallaratriði í samskiptum okkar og hvernig við metum eiginlega náungan. Með dettur í hug, ég talaði við hérna mann sem að fór bara held í 19 ára til Sviss og hefur búið þar alltaf tíð og var að koma hérna til Íslands eftir að vera þar. Og hann var að reyna að útskýra fyrir mig munin á svissnesku samfélag og íslensku. Og hann sagði það að í Sviss þá tristi fólk hvort öðru og tók sem dæmi með það ef þú hérna teldir villast fram til skatts að þá verið kallað á þau og sagði, Jón minn, þú hefur nú gert einhver alvarleg mistök hérna og þú verður bara að laga það og það er bara gert ráð fyrir að þú hefur gert mistök en á Íslandi þannig að það gert ráð fyrir því að þú sért hérna sakamaður og það er bara nákvæmlega það sem ég að tala Já, þú veist, þetta bara einmitt sko mér finnst þetta ég myndi vilja sjá sko mætti vera meira eins og Sviss sko, í þessum efnum sko
Það sé ekki bara að við ættum bara að fara að rækta meira traust okkur á millir í því að svo félagslegar heildir, hvort sem það eru stjórnmálin eða stjórnsýslan eða verkefnisreiningarnar, þær eru í grunninn sko félagsskapur manna og við eigum að virða þessi svona að við eigum að hafa traustið sem er oft á milli fólks á Íslandi, að við eigum að láta það lita hvernig stofnaninnar í samfélaginu eru uppbyggðar. Já, mér finnst það bara sko, mér finnst vanta mér finnst bara skortur á þessu sko, ég er ekkit með endilega með einhvern svona gameplan það hvernig maður eigi að innleiða þetta meira. Þú þyrftir það að vera með það því þú ert að biðja okkur að kjósa þessi forseta. Jú, þú vilt fara með okkur einhvern veginn annað. Ég veit það. Og þú ert að segja okkur svona sirka hvaða leið ætlar að fara með okkur. Já, ég er að reyna það, ég er samt ekki með útpælt gameplan í það. Fyrst og fremst langar mig til að vera dæmið sem að gera það í verki sem ég langar að sjá gerast. Það er að segja að það birtist í minni framkomu, að sýna fólki virðingu og traust til þess að fá virðingu og traust á móti, eða skilur mig, vera, hvað segir maður, vertu breytingin sem þú vilt sjá, að sýna gott fordæmi og mér finnst mér finnst bara svo margt mér finnst svo margt gott í okkar samfélagi og mér finnst tækifæri í mannauði sem að mér finnst vannýtt og auðvitað ef að ég myndi vilja skiluru bara einhverja gaggjara menningarbyltingu á Íslandi, þá myndi ég náttúrulega reyna að fara bara hefðbundnu pólitísku leið að ganga til liðs eins og gerðir að búa til pólitískan flokk og en náttúrulega þá reyna frekar að stefna á Alþingi og koma þar einhverjum breytingum fram, en ég treysti mér ekkert alveg í það mér langar meira og ég býð mig fram í þetta forsetaembætti vegna þess að þar get ég haft áhrif jákvæð áhrif með sem sagt samvinnu, samtali við fólki í landinu en ég þarf ekki að gera svona, það til mér sem ég var borgarstjóri, það sem ég fannst bara sem að bara eitthvað erfiðasta sem ég hef gert til dæmis að segja fólki upp vinnunni sinni. Reka fólk. Ég menna það er bara ömurlegasta og líka bara, jafnvel ekki einu sinni reka fólk, heldur bara leggja niður starfsviði það sem fólki var að vinna. Þetta var bara svona En einhver verður að gera þetta, eða ekki? Hvers vegna ekki þú? Já, nákvæmlega vegna þess að kannski, ég bara fann ég er ekki típan í það skilur, ég er meiri svona people pleaser eða hvað sem mér finnst bara meira gaman að tala við fólk og byggja upp eitthvað svona uppbyggilegt og jákvætt með fólki sem getur verið inspírerandi og að reka fólk eða leggja niður vinnuna þess er ekki hvorugt það er ekki jákvætt eða inspírerandi og það kann að vera þú veist, þörf á því og svona en ég fekk ekkert út úr því og það var ástæðan fyrir því að ég áttaði mig á því, þú veist, ég á ekkert erindi í pólitík vegna þess að ég hef ekki taugar í svona Þú ert ekki hrifin að þessu svona grimma sköpunarkrafti kapitalismans þar sem að einhver verður undir og einhver rísi hann upp úr rústunum Nei, og ég er bara þannig gerður ég get ekki haldið með hennu íþróttaliði af því að ég held alltaf sjálfkrafa með liðinu sem að tapa ég get ekki þessu gert ég kannski byggja mér upp, ekki að bý mér til eitthvað svona, ég ætla að halda með Liverpool og ég er svona Liverpool maður og svo horfi ég á leik sem Liverpool er að keppa við eitthvað annar lið og er að vinna það ég vil sjálfkrafa að halda með liðinu sem Liverpool er að vinna, ég get ekki haldið með Liverpool að ég minnst bara að vera bullies Ég hef alltaf haldið með West Ham, ég get mælt með því það er við töpum alveg nóg Herðu bara einhver svona liði sem tapar allt
eitt varðandi traustið. Ég skil það að við í samskiptum okkur eigum að snúa skárri hliðinni hvora öðrum, að við náum meiri árangri saman, heldur við snúum önugur hliðinni hvora öðrum og allt fyrir Já. En ég tók eftir í einhverja af þessum kappræðum að þá varst þú svolítið á skjön á meðan allir voru að segja að það væri nauðsynlegt að forsetinn mundi setja þinginu ykkur mörk og það var byggt líklega á reynslu fólks af því að það sem kemur út úr þinginu er ekki alltaf almannahagur yfirleitt það útleggingi sem fólk með og svo það líka þannig að við sjáum bara í skoðanakonunum að það bara 25% þjóðanna sem ber traustu þingsins þannig að þingið hefur ekki áunnið sér traust og þá stendur þú upp og segir ég ætla bara að treysta þinginu þá það komið eitthvað svona bara blind traust eins og þú verður að koma með traustið fyrst og það muni bæta þingið eða hvað? Einmitt það svolítið líka það sem svona mín hugmyndafræði að að leggja traust mitt á fólk og það mín reynsla í lífinu að þegar ég treysti fólki og virði það að það yfirleitt kemur ekki aftan að mér nema í undantekningartilfellum og ég varð fyrir miklum áhrifum sem sagt af bókinu Veginn þessari gömlu þarna sem að okkar kynslóð fékk í fermingagjöf og ég held að engin bók hafi haft jafn mikil áhrif á mig og þar segir þú veist, þar sem skortur og trausti, þar kem ég með traust það gefi traust og ég vil reyna að tala hlutina upp og mér finnst mjög mikilvægt og þetta mjög gagnrýnt oft þetta með Alþingi ég vil tala Alþingið okkar upp vegna þess að mér finnst það í grunninn mjög góð og heilbrigð og virk stofnun það er mörg vandamál þarna og ég hef til mest kallað eftir fíkniefnalausu Alþingi og það er víða pottur brotin í ýmsu hjá Alþingi en mér finnst að við eigum að byrja að treysta Alþinginu okkar og sýna því meiri virðingu vegna þess að þannig náum við meiri Alþingi og ég held að Alþingi muni standa undir því að því sé sýnt meira traust að það muni gangast upp í því að fá meira traust og mér líka orðin þreytt og minnst að hluti að þessum leiðendum að tala alla hluti alltaf hreint niður og þar á meðal Alþingið okkar og þannig að ég kýsa að tala það upp og ég hef líka, þú veist, ég ekki heldur að koma sem einhver svona sem hef staðið fyrir utan þetta allt saman ég búin að taka mjög virkan þátt í öllu þessu niður yfir, skilu, ég var alveg mist mig í þetta, skilu, bara tekið frettólkin á Facebook og það ýmislegt sem mér finnst glata og ömurlegt og svona Tuða ég oft mikið og næsti maður Hvað séru? Tuða ég oft mikið og næsti maður Já, ég hef alveg tuðað En þeirra hinir meðframbjöðu þínir er að stilla þessu sannig upp og segja í gegnum Alþingi kemur bara allt of mikið af lögum sem eru mótaður af sérhagsmunum Já og það má vera að trausti sem að þú vilt sýna eigi við í svona mannlegum samskiptum þar sem að fólk er jaft en svo mætu við bara skipulögðum sérhagsmunna herdildum sem hafa til dæmis í talandi strandeldis eða lagareldisfrumvarpið og þá fyrst og fremst sjókvíeldið þar sem að meins að Ríkisendurskoðun segir að þar hafa bara öflugir aðilar bara vaðið á skítum skónum og náði að sveigja löggjöfina og allt regluveldið einfallega sínum hagsmunum og broti gegn því sem er skilgreint sem almannahagur. Segir að þetta svona sjónarmið séu leiðindi? Já, nei, ok. Það, þú veist, ég einhvern veginn, ég svo bátt með að trúa því að fólki gangi
illt til eða eigingjant til og sé sama samborgara sína og sem sagt, og ég vil ekki trúa á svona spillingu eða að það sé verið að hafa okkur að fíblum og svona og mér finnst það svo sorglegt og kannski það líka ákveðin barnaskapur hjá mér, skilur. Ég geri mig líka alveg grein fyrir því að og mér finnst það svo sorglegt þegar ég svona, þú veist, einhvern veginn fæ nasasjón af því að ég búi á Íslandi þar sem að sem sagt, sko, það sé fólk sem finnist í lagi að það hafi það betra heldur en aðrir skilur það hafi einhvern veginn bara sé bara betra fólk heldur en aðrir og fólk ótrúlega fljótt að réttlæta það fyrir sjálfum sér. Já, mér finnst það sorglegt og mér langar ekki að trúa því, mér vil einhvern veginn trúa því að fólki gangi gott til en misti í sig og ég lagðist í mikla umhugsun þetta veist, í hruninu þú veist, og þetta svona, mér fannst svo vera mikið nornaveiðar og verða að benda á fólk í samfélaginu, þetta væri innum og þessum að kenna og svona og mér finnst líka bara svolítið sko afstætt, þú veist, að það allt annað að meta hlutina eftir á heldur en áður eða á meðan hlutir að gerast og það svo miklu auðveldara og þetta afstætt og sko hefðir þú gert þetta eða hefðir þú gert hitt og auðvitað veit ég það ekki, þú veist, ef ég með aðrar upplýsingar sem að heldur en ég hafði þá hvað ákvörðun ég hefði tekið og ég vil ekki trúa því til dæmis bara að skilur þetta hafi verið eitthvað plott illra afla, ég vil bara ekki trúa því ég held bara, þú veist, við erum bara fólk og við höfum einhver ákveðnar upplýsingar og einhver ákveðnar staða og við erum bara misjaflega upplögð og við tökum ákvarðanir, við gerum mistök og mér finnst það bara hluti af mannlegu eðli og kannski sko kannski þetta á einhvern hátt barnaskapur skilur og bara eins og ég veit ekki, þú veist eins og ég talaði gagvart eins og NATO eða eitthvað svona, ég talaði þetta síðast skilur að þú veist að ég vil ekki trúa því að það sé, þú veist að ílskan sé viðvarandi, ég meina trúa því að ílskan sé bara útleið úr heiminum, svo hún það bara ekki neitt og og kannski þetta næf, kannski þetta líka bara kannski, þú veist, ég líka bara svona hef oft hugsað sko sko, svona þetta barnaskapur, kannski þetta líka ég líka svona ákveðin einfelningur ég til dæmis eins og það oft að tala þú veist, mér oft verið svona hrósað fyrir hugrekki og mér finnst hugrekki líka bara oft verið svolítið hugsunarleysi sko, ég bara veit ekki ég veit ekki hvað ég að koma mér óðst út í eitthvað vitleysu að þú vissi bara ekki betur en eftir á fyrst miklu betur að segja, já, ég var ótrúlega hugrekkur en frekar en að viðurkenna, ég vissi ekki hvað ég var að gera sko, þannig að sko En ertu að lýsa því að samfélag okkar sé í einhverju svona, ég veit ekki andlegri krísu, þú veist hvernig við horfum á hluti, hvað við teljum vera réttu verkvarinn, þú líka talað það að við höfum að nota meiri sköpun og eitthvað slíkt. Já, aðferðir sko skapandi ferlisins, já. Við sem að grípi vitlausverkvari út af kannski vitlausum ástæðum, snú okkur að af einhverju leiðréttingu fortíðarinnar í staðin fyrir að horfa kannski að bera meira traust kortið til annars, gera skemmtilegri hluti. Já, líka... Ertu að bóða það? Eða ertu bara að bóða að sé sniðut fyrir samfélagið að hafa mann eins og þig sem ekki veitir alveg á bestastöðum heldur en eitthvað sem þykist veitir allt saman?
Já, sko, bæði og já. Ég held að sé mjög gott að fyrir samfélagið að hafa mann eins og mig á Bessastöðum. Ég held að ég geti náð að svona sameina þessa þjóð á einhvern hátt sem að væri öðrum ókleift. Ég held að fleira sko, en var einhvern sem sagði á Facebook mig að Jón Gnarr væri örugglega eini maður sem getur náð að sameina góða og vonda fólki á Íslandi og mér fannst alveg mikið til í því. Ég veit ekkert almennilega hvað góða og vonda fólkið er og sko sko hvort að mér sko mun takast það raunverulega, það er mjög erfitt að meta en til dæmis sko það hefur verið sagt við mig mér hefur verið sagt það að til dæmis stjórnmála kúltúr á Íslandi hafi breyst á einhvern hátt eftir bestaflokkin tíma kannski, svo jafnaði sig eða varanlega? Já, varanlega, að það sé komin einhver önnur orðræða og svo finnst mér líka bara mér finnst sko svona húmor og hlýja, mér finnst hún bara svo mikilvæg og megum ekki kastin og glæs og sem einhverju verðlausu og tilgangslausu mér bara finnst það ekki og þetta sé raunverulega verkværi og bara aðferð sem við eigum að nota bara dagstaglega eins og okkar lífi en ekki þannig að þegar við búum með allan Excelin og allt það að þá megum við aðeins skandast. Nei, mér finnst frekar að við eigum að nota húmórin fyrst og kannski svo sjá til hvað við gerum með Excelin. Já, nei, menn á bara sem hluta af því og bara til dæmis það að ég sko bara það að ég sé fyndin þýðir ekki að mér sé ekki alvara, skilur, ég get alveg verið skemmtilegur og en líka verið alvara og reynd að segja eitthvað sem skiptir einhverju máli sko og ég er ekkert endilega skyldugur til þess að standa uppi á sviði í einhverjum ákveðnum forsendum og undir nafninu stand-up eða uppistand eða leiklist, skilur ég er svolítið líka sem listamaður sko sem sviðslistamaður að reyna að sem að við erum alltaf að takast á við sviðslistafólk að fjórði veggurinn að reyna einhvern veginn að rjúfa hann og koma leikhúsinu meira inn í sko fjölmiðlana og inn í samfélagsmiðlana og bestiflokkurinn var líka ákveðin tilraun til að búa til spektikúl sko. Ég er einhvern veginn að draga leikhúsið út í samfélagið inn í sko þessa fréttatíma og svona sko. Og þú viltur vel að gera þetta við forsetaembættið, öfugt kannski við flesta hinna frambjóðundum. Já, þá er þessu viljum við draga það út úr eða frá pólitíkinni og frá út úr kannski því hlutverki sem hefur verið og reyna að nota þetta til þess að ná einhverju svona skapandi endur nýju samfélagi. Ég held sko, þú veist, þetta er mjög erfitt að mæla. Ég held þetta með sko til dæmis sko minnst áherslan til dæmis á pólitík í þessu allt og mikil. Auðvitað er forsetaembættið pólitískt en þetta er fyrst og fremst embætti. Forsetin er embættismaður. Hann hefur ákveðið pólitískt vægi en minnst að stórlega ofmitið og ykt í þessu. Gallin við það er að hans aðkoma skiptir svo miklu máli þótt hún sé lítið svo í þann tíma sem hann notar vald sitt. Þá skiptir svo miklu máli. Þó hann kannski gerir það ekki nema á 8 ára fresti eða eitthvað. Einmitt. Vandinn að ræða þetta er sá að þegar hann þarf að beita valdinu, þá getur það verið svo afdrifaríkt. Það er alveg rétt sko. En sko mér finnst forsetinn samt fyrst og fremst vera svona stemningsmaður sem er í sambandi við þjóðina, stendur með þetta kannski svolítið svona gamaldags hugmyndir forsetaembættið
og stendur með þjóðinni, blæs henni svona kraft í brjóst, þegar á móti blæs, til staðar þegar áföll eru og gleðist með fólki þegar vel gengur og áherslan til túlkar og einhvern hótt líðan okkar. Já, en líka áherslunar til dæmis í íslensku, þetta ekki bara pólitík, Ísland menningar og listaland á svo stóru leyti og mér skil ekki af hverju það gleymist alltaf svona þessi mikla áhersla á pólitík og að forseti sér verseraður í pólitík og það sé svo mikilvægt að hafa puttan á pólitískum púlsum mér finnst svo miklu mikilvægara að forsetun okkar sé vel að sér í kúltúr og menningu og listum og ekki síst sjónvarps- og kvikmyndaframleiðslu og svona afþreyingarlistum og ég held í dag ég held áhrif til góðum Bandaríkin þá held ég að áhrifavaldar ég held myndi alveg segja það Taylor Swift, ég held að hún hafi jafnvel meiri áhrif í Bandaríkjónum heldur en Joe Biden þá ég að meina sem svona áhrifavaldur á hugmyndafræði fólks á hugsanir og tilfinningalegar upplifanir. Mér finnst líka annað með pólitíkinni sem að ég orðinn mjög þreyttur á og það bara froðusnakk. Mér finnst orðið óbóðslega mikið af fólki. Þú fær nú aldrei að heyra það þegar þú ert í þessu forsetaumræðum. Það bóðið upp á mikið orðasalðar. Það alveg svakalega mikið froðusnakk því miður og Það til að texta suma bara. Já, en ég meina fólk getur talað samfellt í 5 mínútur á þess að segja nokkuð um hann eitt einast orð. Mér finnst það eiginlega alveg stórmerkilegt og ég reyni að vera það ekki. Ég ekki froðusnakkur, ég geti vel verið ég tali í gátum og segi grín eða útúrsnúninga eða segi eitthvað sem kannski ekki alveg algjörlega fótur fyrir eitthvað svona en froðusnakk vil ég forðast og svo þetta með íslenskt mál og svona áherslu á tungumálið okkar og hvernig við tölum allt sem ég hef gert í lífinu sem sagt allt mitt starf hefur gengið út á íslenskt mál og til dæmis eins og fólk að tala um fóstbræður að það sé, og það við starinn það meira áhorf á fóstbræður í dag heldur en var þegar voru gerir það hefur bara elst mjög vel og ég held að flest fólk sé sammála það og af hverju þá, ég er svona spurður þetta af hverju þetta ekki og það náttúrulega vegna að þetta gert af ástríðu, þetta gert af kærleika og líka mikil kunnáttu bæði á íslenskri þjóðarsál íslenskri menningu og íslenskri tungu og þetta er brandarar sem lifa með þjóðinu eins og sinningur í barðinu þegar fóru í gegnum Múlan þetta svona hluti sem ekki tætt að þýða ekki að útskýra þetta almennilega frá útlendingum og hvað þá einhver þekktasti brandarinn minn úr fósbararum þú drekinn, það ekki tætt að útskýra svona fyrir þetta íslenskt orðalega grín og hefur verið skilur það sem að ég náttúrulega bara elska þú veist og einhvern veginn Þú ert að segja að það sem þú ert búin að vera að vasast í íslenski þjóðarsál og með því að greina hana og fyrra í öllu sem bistjóðir að það sé bara góður undirbúningur undir að vera fórsti ekki ég að segja það já, og líka má ég spyrja einu, að því að þú ert að tala um leiðindin og svona mér finnst þú vera að lýsa það sem skemmtilegt að það sem skemmtilegt kannski eins og fegurðin sem getur verið uppgötun að það sem skemmtilegt getur verið uppgötun og raunverulega opna sín okkar fyrir eitthvað sem já og þessi meginafl og við eigum elda það sem skemmtilegt vegna þess að það
Já, sem sagt, og án þess að það sé endilega einhver flónska, að eltast við það sem er skemmtilegt og veitir okkur ánægju. Þú veist ekki með fósbræður sem endist áratugum saman, af því að það er svo skemmtilegt, að það er klassískt. En við erum ekki að tala um einhver svona, bara við gleymum okkur í einhver... Nei, en það eru, þú veist, skilaboð í því. Þetta er ekki, að skemmta sér er ekki til þess að gleyma sér og geta þolað óbærilegt ástand. Nei. Heldur það sem er skemmtilegt, hjálpar okkur til þess að greina ástandið og breyta því. Og ég held líka að þegar við gerum skemmtilegt, þegar við látum gleði fylgja með í því sem við erum að gera, þá verður það sem við erum að gera yfirleitt mjög miklu árangursríkara og nær til fleira fólks. Ég veit til að það er verið að nota margt af því efni sem ég hef búið til þess að kenna íslensku, kenna innflytjendum íslensku og það er bara að gefa góða raun, vegna þess að það er skemmtilegt. Og það er svolítið svona það sem að ég stend fyrir ég átti þá þrá sem unglingur að Ísland væri skemmtilegra. Mér fannst þetta svo hrikalega leiðilegt og ég skildi svo vel fólk sem að var að láta sig dreyma það að flytja þenni eitthvað til útlanda og því þar væri svo gaman, það væri svo skemmtilegt þar og mér finnst með fjölmenningunni sem hefur komið til Íslands, finnst mér Ísland svo miklu skemmtilegra land með bara svona ólíkum menningarströymum og að við getum farið og borðað ólíka matréttu, fundu ólík brauð og ólíka lyktir og mitt svona kjör og lífun er bara áfram alls konar semst að hafa bara fjölbreytni og gleði sem mér finnst af hinu góða. Mér finnst það ekki eitthvað til að óttast eða að þá glati einhvern veginn mínu, skilur, ef að ég sem sagt, og það er þessi, og þetta er líka yin og yang, þú veist, þetta er líka global og lokal, sem er líka stór verkefni út allan heim, þess hvar fólk að reyna að finna hvernig höldum við í okkar lokal en tökum líka á móti global og hvar eru sem sagt mörkin þarna á milli. En þú getur eitthvað sagt við þig, já, kannski pabbiðinn sagt við þig Jón, með þessu taliðinu að þú veist að gera hlutina skemmtilegri ertu þá að draga athyglinna frá því að það þarf að vera meira réttlæti hérna? Nei, við þurfum að losa okkur við ójöfnuðin eða með því að skjóta inn þessari spurningu er þá ég og í nafni föðus með leiðindi. Já, nákvæmlega. Nei, alls ekki. Ég er ekki að segja það og ég ég er ekki að meina leiðindi eigi rétt á sér. Leiðindi eigi alveg rétt á sér. Stundum er það bara þannig og ég þekki það bara sem foreldri. Stundum þarf ég bara að vera leiðilegur. Ég reyndar eru börnin orðin fullorðin þannig það er ekki og sá sem er að benda á óréttlæti í samfélaginu hann er ekki með leiðindi. Já, það sem er að benda á að hann hafi verið beittur ofbeldi eða óréttiði? Nei, mér finnst það ójöfnuði? Já, það er bara rétt. Og stundum er það bara þannig að við þurfum að vera með leiðindi og leiðindi eru bara stór hluti af okkar raunveruleika stundum sem uppalendur þó við elskum börnin okkar út af lífinu þá verðum við stundum að vera í þeirra augum mjög leiðinleg og við bara verðum að vera það og það er bara ábyrgðar hluti okkar og ég er ekki að segja það að leiðindi eigi ekki rétt á sér, mér finnst bara orðið of mikið að þeim mér finnst við mögum aðeins slaka á þessum leiðindum en leiðindi skiluru eru til staða eða veist þau eiga rétt á sér og ég tekið sem dæmi mér leiddist afbortaði mikið sem barni að þurfa að læra dönsku og svo engan tilgangi og náði engum árangriði og hattaðist út í dönsku og svona síðan þurfti ég sjálfur að dróða mínum börnum í gegnum dönskunum í skóla þannig að þetta er náttúrulega ein endalaus þversögn og fannst þið það ekki leiðilegt það? Mjög leiðilegt og ég var leiðilegur
skilur, í staðin fyrir að segja skilur, ég gerði stand-up, ég var eins og nörd þar sem ég sagði bara, það var enginn að læra dönsku og svo bara krakkarnir mér, já, nú þarf að læra dönsku, þú sagði sjálfur að þetta ekki að læra dönsku, nei, ok, það gildir ekki núna, nú þarf þú að læra dönsku, skilur, þá er ég bara leiðinlegur og ég hef alveg fengið þetta, skilur, þú dömulegur, ég hata þig og láta skella hurðum á mig og svona og tekið leiðinlega fjölskyldufundi, skilur, bara svona framkoma gengur ekki og þetta hefur verið línudans oft á tíðum, skilur, að vera grínisti og líka uppalandi, skilur, það er bara heilmikill línudans og og ég er ekki að þú veist ég er ekki að tala fyrir alvöruleysi, skilur, og ábyrgðarleysi, hreint ekki, alls ekki, en bara mér finnst orðið of mikið af leiðendum við megum alveg slaka á og kannski er eðlileg spurning að spyrja þá hvar á alvöru það skemmtilega heima og hvar á eiga leiðindir heima. Þetta eftir í huga því þú nú kaþóliki að vitna í Martin Luther sem að sagði það að sko við erum náttúrulega annars vegar lögmálið sem við verðum að hlýða eftir og svo höfum við fagnaðarerindið sem að gerur okkur fært að lifa með því vegna þess að við getum ekki lifað undir lögmálinu sjálfu því að við munum dæma okkur svo hárt að við munum brotna undan því. Og hann segir og við verðum að geyma fagnaðarerindið í samviskunni til þess að geta bæði fyrirgefi sjálfum okkur og þegið fyrirgefningu. En síðan segir hann sko, en ef við ætlum að ráða lögreglustjóra, þá skulum við ekki ráða fagnaðarerindið. Heldur ráða lögmálið. Þannig þá þarf að svara því, sko, hvar á skemmti maðurinn heima og hvar hann ekki heima. Nei, ég menna, sko, allt á sinn stað og allt á sinna stund, sko, og stundum bara þurfum við hinn ákveðnu leiðindi og það er sko En er þetta að segja að þau eigi ekki heima á Bessastöðum? Nei, mér finnst þau ekki heima þar. Kannski á þessu 8 ára tímabili eða þessu fresti sem við erum að geta okkur til að einhvern tímann kom eitthvað upp þá bankaleiðindi dýra en þess á milli eiga leiðindin ekki heima á Bessastöðum. Nei, mér finnst ekki. Ég sko mér finnst bara sko leiðindin og alvaran eiga rétt á sér en við eigum ekki að auka þau fram úr hófi og sem sagt í óþarfa og sko það er svona að því vorum að vísa í sko í kristnina sko, ég meina þá er þetta ákveðinhátt líka eitthvað sem að sko maðurinn Kristur náttúrulega stendur, sem Jesú Kristur stendur frammi fyrir, þessi gríðarlega mikla lögmálstýrkun og leiðindi í rauninni, sko, og hann fer að boða, hann segir lögmálið, þú veist, skiptir vissulega máli, en kærleikurinn er miklu mikilvægari og kærleikurinn er gleðin, skilur, og hann á að ráða. Hann á að ráða för, ekki lögmálið. Þess vegna gerir ég kraftaverk á hvíldardeginum þótt að brjóti lögmálið. Já. Einmitt. Það er sem sagt sko án þess að ég sé á nokkuð nátt að líka mér við hann en sko þannig að mér finnst þetta vera bara spurningum jafnvægi og mér finnst ójafnvægi og mér langar til þess að hjálpa til við að rétta þetta jafnvægi þannig að verði meiri balans og en leið er ég ekki að dæma sem sagt setja ofan yfir fólk sem að horfir upp á óréttlæti og gremsta og réttilega skilur, bara langt í frá og við höfum ræktað leiðindin og lengi og mikið að komi tími á öld skemmtilegri. Mér finnst það, skemmtilegri og skilur, sem segja að ég væri bóndi á Bessastöðum og ég mætti velja sem sagt nú ætla ég að halda mikilvægan fund og ég má bjóða annarkvort
Joe Biden eða Taylor Swift til fundar á Bessastöðum, þá myndi ég frekar bjóða Taylor Swift fyrir þess að ég held að það myndi koma töluvert meira. Hún eigi meira erindin í Íslands samfélag. Úr því heldur hún að tala við Joe Biden og ég held að hann myndi jafnvel ekki muna eftir því að hafa hitt mig. En hérna og þá er ég alls ekki að gera lítið úr eða sína lítilsvirðingu eða hæðast að neitt svo mér finnst það bara. Er þetta megin erindi þitt inn í kosningabaráttunum sem við verðum að reyna að höndla hérna? Já, mér finnst það og sko ágóðin af því held ég að verði sá að við getum sætt betur ólíka hópa í samfélaginu og stöðvað aðgreiningu og dilkadrátt sem eiga sér stað á Íslandi á milli ólíkra hópa, innflytjenda, góða fólksins, vonda fólksins, landsbyggðarinnar, höfuðborgarsvæðisins og svo víðar, karla og kvenna eða bara hérna og ég held að ég geti gert mikið gagn þar. Þú getur saman ólíka hópa vegna þess að þú ert hérna óvinnulegur? Já, ég er óvinnulegur og ég hef komið mjög víða við. Ég er ekki á þessu svona þessu svona hefðbundna formi sem að flest Þú ert ekki meðaltal okkar allra hinna? Þetta er eftir svona einhverju óvinnulegu maður og geti þar leðandi ná snertingunni í ólíka hópa. Mér finnst við Íslendingar bara vera mjög mikið óvinnulegt fólk. Sko. Mér finnst þetta, ég meina, og bara hefur gegnum gangandi bókmenntasaga okkar meira og minna sögur af óvinnulegu fólki, alveg frá upphafi og einhverjum svona kverulendar og sérvendingar eins og við tveir sko. Og mér finnst ég vera svona þú veist, ég á einhvern veginn auðvelt með bara að setja mig í fótspor fólks ég held ég að frekar háa empatíu svona meðlíðan með fólki mér finnst, fólk getur alveg farið í taugarnar og mér getur ósammála fólki og svona, en mér finnst alltaf í grunninn rosalega vænt fólk mér finnst vænt fólk þó að ég sé mjög mikið ósammálaði og hérna sko, og það þarf mikið að ganga á þannig að mér þykir ekki vænt fólk það þarf þá að vera hrein og klár bara sko varmenni en oft sko svona, þú veist, og mér finnst eins og með tími minn í borgarstjórn sko, þá gekk nú ýmislegt á og svona, en ég get alveg einlega sagt að ég á engra harma hefna við neitt ég á ekki ég á enga ég tel mig ekki eiga neina óvinni hvorki í pólitíkusum eða hjá starfsfólki eða fólki sem gaggrindi mig eða eitthvað svoleiðis ég og reyndi og það er oft í svona skilur það einhver sem fer alveg óstjórnlega gjarnan í taugarnar á einhverjum og ég á bara þú veist, ég á eiginlega bara góðar minningar úr samskiptum mínum við fólk það var kannski svona stjórnsýslulega mál svona framkvæmda stjórnarleg fjármál og svona sem er svona krumpið mér út af en fólkinu ég ber engan kala til neins sem ég vann með og ég get alveg hefði sannarlega sagt það og hitti náttúrulega fullt af þessu fólki alltaf sem ég vann með eða var að vinna með á móti skilur þannig að og svona þannig að já, þetta er svona þú ert að taka með þið besta það Jón, takk fyrir að koma hingað og ræða leiðindi takk fyrir þetta einmitt takk. En við ætlum að sitja hérna áfram og reyna að skilja samfélagið sem við lifum í. Næsti kafli er eftir augnablik. Hvernig getur við réttlætt að 60% eflingarfólks eigi erfitt með að ná endum saman? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi.
Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Já, það eru stúdentauppreisnir víða heim. Stúdentar eru með tjaldborgir til stuðnings Palestínumönnum. Ég ætla að slá á þráðinn til einna slíkar sem er í hollenska bænum Nijmegen sem er uppi þýsku landamærin. Þar er Ísabella Lena Borgarsdóttir. Hvað eru það að gera þarna, Ísabella? Já, sem sagt, síðasta mánudag þá opnuðum við tjaldbúðir inn á Háskólatorginu við Radboud University í Nijmegen og þar erum við eiginlega bara búin að byggja fungerandi samfélag eða einhvers konar samfélagslega aðstöðu og við erum sem sagt að mótmæla þjóðarmorðinu sem er að eiga sér stað núna í Palestínu og erum með alls konar mismunandi tjöld tileinkuð mismunandi funksjónum, þannig að við erum með bókasafn til dæmis, þar sem við erum með gott safn af þessum glæpum sem eru búin að eiga sér stað í 10 ára, mætti segja, og líka aðrar sögulegar stríðsglæpasögur. En já, það er margt að vera. Við erum með skiltagerð, knappagerð, fyrirlestara, tónlistaratriði, palestínska matagerð og fleira. En við stöndum fyrir því að háskólinn fordæmi þjóðarmorðið sem er að eiga sér stað núna í Palestínu. Í öðru lagi viljum við að háskólinn rjúfi öll tengsl við ísraelska háskóla og stofnanir og svo viljum við að háskólinn leggi sérstaklega upp í að hjálpa fólki og stofnunum í Palestínu að byggja upp samfélagið sitt upp á nýtt. Hver hafa viðbrögð skólayfirvalda verið? Eru þau að ganga kröfum ykkar? Sko, nei, ekki beint, ekki öllu sem við viljum. Þau eru að reyna að finna svona mjúku leiðina í gegnum þetta. Þau vilja hafa ekki tekið skýra afstöðu gegn þessu, en það er mjög áhugavert af því að þegar Rússland hóf stríð í Úkraínu að þá tók það skólann 8 daga að rjúfa öllum samskiptum við rússneska stofnanir og skóla og koma með opinbera yfirlýsingu gegn Rússlandi, basically. En nú hefur þetta þjóðarmorður staðið yfir í hálft ár og engin viðbrögð verið. En er þetta bundið við Nijmegen eða er þetta víðar í Hollandi? Það er annað sem er svo ótrúlega fallegt við þetta. Þetta byrjaði í Bandaríkjunum núna fyrir nokkrum vikum þar sem að fólk sló upp tjaldbúðum til þess að mótmæla þessi þjóðarmorði. En svo byrjaði þetta í Amsterdam, Utrecht og það var hrikalegt. Það er búið að vera bara sjúklega mikið lögregluofbeldi. Það eru alls konar myndbönd á netinu þar sem verið að sýna bara lögreglur með fullt af kylfum að hlaupa inn í hópa fólki, ekki bara hópa fólki, heldur hópa stúdentum og slá og lemja stúdenta á háskóla lóðum sem er algjörlega klikkun og þetta er sem sagt, þetta tjaldbúðir eru svolítið í samstarfi við aðra háskóla í Hollandi, það sem að planið var svona sama og ég segja með svona domino-effekt, skilur, að byrja einn háskóli, svo kemur annar og annar, þannig að ekki þannig að sé alltaf sama tíma, heldur þetta svona drægi svolítið yfir tíman, af því að það var 300 manns voru handtekin í þar síðustu viku í Amsterdam og Utrecht og alls, bara ógeðsleg myndum og ég held að það hefði verið mjög sterkur svona forgrunnur fyrir það sem við erum að gera hér af því að ef að þau hefði ekki orðið fyrir allir þessu ofbeldi og þessum hrikalegum látum þá kannski hefði háskólinn Radboud sem ég er í þá hefði þau hringt í lögregluna fyrr af því þau vilja fá okkur af skólalóðinni en út af þessu ofbeldi að þá voru þau svona hrædd við það held ég af því auðvitað vilja þau ekki hafa þetta og líka að borgarstjórinn í Nijmegen það voru fundir með lögreglunni með háskólayfirvöldum og svo með honum, borgarstjórnum og hann sagði bara ég hef ekkert að segja við þetta, ég sé ekki hvernig þetta er vandamál, það sem þau eru að gera þannig að
núna erum við búin að vera hérna í heila viku á þessum tjaldbúðum, að reka þessar tjaldbúðir og já, það er búið að vera bara mjög skemmtilegt en líka mjög krefjandi. Hvernig þá krefjandi? Hvernig Ég krefjandi? kannski sagt, krefjandi á mismunandi hátt. Þú veist, við erum búin að fá fólk frá Palestínu til að koma og vera með fyrirlestra, við erum líka með prófessora og kennara sem koma og vera með fyrirlestra. Svo höfum við með eitthvað svona alls konar gjörninga, bæði tónlistaratriði en líka það var einu sinni verið að lesa upp, þú veist, nöfn á börnum sem hafa dáið af, þú veist, fjölskyldum hérna og já, og svo náttúrulega bara ógeðslega mikið skipulag sem þarf að huga að þegar maður að reka samfélag. Það er mjög fyndið hvað svona virðing mín fyrir æðri svona stjórn, ég veit það ekki, stjórnbulli, hvað, þú veist, það fer svo ógeðslega mikið orku í þetta, þú veist, þess að ég er búin að vera að sjá þú veist, mat og rusl og, þú veist, bara nesti og bara svona mati við daginn og það er bara, já, mikið orku sem fer í að plana og gera þetta að einhverju, ég veit það ekki, svona lifanlegu unity. En eru þið í verkfalli? Liggur nám einhver leiti niðri á meðan á þessu stendur? Það er búið í síðustu viku þá sendi skólinn út, fyrst sendi heimspekideildin út tilkynningu sem sagði að ef að þú ert að taka þátt í þessum mótmælum eða liggur eitthvað á eða þá bara að hafa samband við þau og þau muni að gefa þér, já, eitthvað smá auka tíma eða sýna þér skilning fyrir það sem þú ert að leggja í það. Þannig að já, fyrir suma, síðan í lok síðustu viku þá sendi skólinn út líka tilkynningu að bæði bara ef þjóðarmorðið að hafa áhrif á þig eða tjaldbúðirnar eða eitthvað sem hefur að gera með þetta, þá eru þau tilbúin til að sýna þér aukinn skilning. Við erum búin að finna fyrir mjög miklu svona styrk frá prófessorum og bara kennurum í skólanum. Þau eru mörg búin að koma inn við og koma og spjalla við okkur og koma með mat og ís og já, þannig að það er stór hópur af prófessorum sem sýna okkur beina stuðning. Það hafa verið fjallað um það og menn að geta sér til hvaða áhrif Gaza og þjóðarmorðið á Gaza hefur haft á pólitík á Vesturlöndum, upprisu ungs fólks, sumir vilja líkja þessu við Víetnamstríði sem að þú veist náttúrulega ekki fædd þegar það var, en upplifir það að það sé svona mikil vakning meðal fólks á sínum aldri að rísa upp og fara gegn stjórnarstefnunni. Það er eiginlega stjórnarstefna í flestu löndum að styðja Ísrael eða allavega ekki fara með neinni hörku gegn þeim. Upplifirðu að það sé svona vakning í gangi? Algjörlega og sérstaklega því að núna það er ekki bara hérna í Hollandi, Amsterdam, Utrecht og hérna í Nijmegen sem þetta er búið í gangi, heldur eru þetta tjaldbúðir, það er verið að rísa þær út allan heim. Við erum í sambandi við skóla í Portugal, á Spáni, marga skóla á Spáni, í Mexíkó, í Þýskalandi og það er eitt af því sem mér finnst svo sjúklega fallegt við þetta er að við erum einhvern veginn að tengjast á alþjóðavísu við aðra háskólastofnanir og erum að vinna að, þú veist, sambúnum samningi, við viljum búa til samning sem við viljum leggja fyrir háskólan okkar í sammenningu, þannig að þetta sé eitthvað sem á ekki bara við háskólan okkar hér, heldur eitthvað sem við getum yfirfært yfir á háskóla í öllum heiminum vonandi, eða allan í vestrænum heimi. Það verður gaman að fylgjast með þessu kannski í sambandi við fleiri sem að taka þátt í svona aðgerðum víða heim, en ég veit að þið eru að fara í göngu núna, þegar ekki, Ísabella? Ég var búin að lofa því að tefja það ekki of lengi. Þau eru farin í gönguna og svona í gönguna. Þú hleypur bara eftir þeim. Þú hleypur eftir þeim. Hvernig sem vilt hafa þetta. Þú hleypur eftir þeim. Kæra þakkir. Allt í góðu. Ok. Ég ger það. Takk fyrir. Bye. Og við höldum áfram að skilja þennan heim sem er mikla breytingar í honum.
næsti kaplir hér eftir augnablik. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kikið við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Fjárhagserfiðleikar eru afgerandi meiri hjá eflingarfólki en öðrum á vinnumarkaðnum. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, það eru forsetakosningarnar. Við höfum nú fjallað það með ýmsum hætti hérna við rauðaborðið, en nú ég með svona eilitla sirpu. þar sem ég fæ frambjóðendur til þess að koma hingað og ræða eitthvað sem að mér finnst að þau hafi verið að leggja sérstaklega til umræðunar, því að forsetakosningarnar eru þótt ekki bara atvinnu ráning, heldur það líka hluti af samfélagsumræðinni og eitthvað hafa þessi frambjóðendur nú fram að færa. Og hingað kominn Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir, vertu velkomin. Takk fyrir að bjóða mér. Herðu, kannski að þú sá frambjóðandi sem að hefur helst tala svona út frá því að við sittum uppi með halvónýta ríkisstjórn sem að sinni fyrst og fremst svokölluðum sérhagsmunum, fer gegn almannahagsmunum og þingið sé lítil fyrirstæðu því. Já, og ég hef líka hlotið töluverðar skammir fyrir það að ræða pólitík í þessum forsetakosningum. Og það hefur einhvern veginn verið gert glæpsamlegt að tala stjórnmál í þessum forsetakosningum og mér finnst það eiginlega bara í hæsta máta hlægilegt vegna þess að stjórnmál varða jú allt okkar líf. Og maður ansið hugsi núna rúmri viku fyrir kosningar að það engin meiri hluta vilji hjá þjóðinni fyrir neinum frambjóðandana. Það gæti stemt við það að sá sem að inni yrði bara með réttur 20%. Já, það allavega í þessum skoðanakönnunum sem að við okkur uppálagt að taka nokkurt mark á, jafnvel haldið að okkur að fylgja, þá kemur það bara í ljós að yfir 80% velja ekki þá sem að efstir eru í skoðanakönnunum. Og ennþá fleiri af þjóðinni vilja alls ekki okkur sem neðar mælumst. Þannig að þjóðin hefur í þessum stóra hópi ekki fundið neitt forsetaefni sem að hún sem hópur getur sameinast og það náttúrulega dálítið umhugsunarefni og þá veltir maður því fyrir sér hvað vill íslenska þjóðin. Og að því að þú segir að þú nefndir að þetta væri atvinnuviðtal. Þetta auðvitað atvinnuviðtal. Og forseti hefur ekkert vald, nema vald sem þjóðin gefur honum. Og þessna skiptir engu máli hversu pólitískur forsetaframbjóðandi er. Sá sem kjörinn í þetta embætti og endanum getur raunverulega ekkert gert, nema með vilja þjóðarinnar. Hann á að vera þjóðin. Og þessi orði sameiningatákni fleygt til og það lagður í það ýmis skilningur. Hvað þetta? Þetta einhver óaðfinnanleg manneskja sem að allir geta verið sáttir við. Ég held að slík manneskja bara finnist ekki á jörðinni. Þannig að hvað það þá? Sameiningatákn hlýtur að vera svo manneskja sem getur fundið út hvað það sem þjóðin raunverulega vill og hjálpa þenni að feta þá braut sem þjóðin vill fara. Og þegar maður skoðar... En hleinum á aðeins að því að í sögunni það var náttúrulega 67% sem kusu ekki Vigdísi. Stuttu síðar voru allir mjög ánægðir með hana. Þannig að einhvern veginn hefur forstjórum hingað til tekist með þjóðinni að búa til svona sátt. Það allir rosa ánægðir með forsetann þegar hann kjörinn, þó að meirihluti kjósan ekki. Það voru 56% sem kusu ekki Ólafur Ragnar. Það voru 59% sem kusu ekki Guðna. Mikið rétt, en Íslendingar eru líka að hafa þurft að sætta sig við alveg mjög óásættanlega hluti, aftur og kunna það kannski svolítið vel. Og maður finnur það auðvitað að þjóðin langþreytt á því að á hana sé ekki hlustað. En hún ánægð með forsetanembættið?
Já. Upplifir það ekki? Sko, já og nei. Mér finnst margir vilja leggja embætti niður vegna þess að forseti sé í raun og veru að þeirra mati gagnslaus. Öðrum og sérstaklega svona eldri kynslóðum þykir vænt þetta embætti, þykir vænt það að hafa í stafni einhverja þá mannesku sem að þeir geta svona einhvern veginn litið til sem einhvers konar, já, hvað ég var að segja, bara einhvers konar foreldris, hugsanlega. Það tekur á móti gestu fyrir okkar hönd. Já, og er þjóðin ekki til skammar. Og svo finnst mér sérstaklega meðal ungs fólks að það sé bara svona fremur lítill áhuga á þessu og svona þau svona kannski unga fólki sjá ekki beinlínis tilgangin, sé ekki að velta þessu fyrir sér, þannig að já, það nú allur gangur á því hvað fólki finnst þetta embætti. En Steinunn, það sem að mér langar að ræða við það að þú talar eins og að við sitjum uppi með ríkisstjórn sem að almenningu vill ekki hafa, nýtur lítilstraus og að þú með þínu framboði, mögulega ef þér tekst að vera forseti, getur einhvern veginn bætt það ástand? Sko, ég ekkert að halda því fram að ríkisstjórnin sé óvinsæl, hún óvinsæl, það sína skoðanakannanir. En þú sá frambjóðandi sem hefur orð á því? Já, það sé allt í lagi? Vissulega, og þá velti maður því fyrir sér, áttar þjóðin sig á því að hún getur nýtt sinn forseta þegar að þjóðin óánægð með stjórnmálin. Og hún getur gert það með ýmsum hætti. Hún getur beðið forseta til dæmis að skrifa ekki undir lög sem óvinsæl ríkisstjórn leggur fram í þinginu og þá þarf þjóðin bara að biðja það. Samkvæmt tillögum stjórnlagaráðs þá var stungið upp á 10% þjóðar þyrfti að biðja forseta. Katrín Jakobsdóttir með sínum tillögum lagði til 15% minni mig og það má eiginlega einu gilda. Það vilji hjá þjóðinni og fyrrverandi forsætisráðherra að leggja þetta vald í hendur þjóðarinnar af því að þjóðin á að fara með æðsta valdið og ef það það, ef maður fengi veður af því að þetta væri það sem þjóðin vildi, að þjóðin vildi losna við þessa ríkisstjórn, þá getur hún að sjálfsögðu nýtt sinn forseta til þeirra erinda og ef ég vissi að það væri það sem þjóðin vildi, þá væri ég alveg til í að vera sá forseti. Það er svolítið munur á því að eins og ofta talað að forseti geti neitað að skrifa undir ykkur lög vegna þess að það sé gjáamandi þings og þjóðar eins og Ólafur Ragnar orðaði það í einstökum málum. Þú komin eiginlega nála því að segja að þetta sé aðferð til þess að losna við ríkisstjórn sem hafi eiginlega mist trúnað þjóðarinnar og líka í öðru sem að þú hefur verið að tala að þú hefur sagt að ætla að setja öll mál sem að tengist auðlindum þjóðarinnar varanlegt framsal af þeim nýtingu þeirra til þjóðarinnar eins og að umboði til þess að taka þá ákvarðanir liggja ekki hjá þinginu heldur hjá þjóðinni og má heyra á því hvernig þú rökstur þetta að þingi sé bara eins og það sé bara einhverjum tröllahöndum og geti ekki farið að vilja þjóðarinnar. Já, og ég byggi þetta og getur rökstutt þetta og skal gera það núna. Þjóðin vill fá auðlinda ákvæði inn í stjórnarskrána. Þjóðin vill fá að ráða yfir sínum auðlindum sjálf. Þjóðin vill vernda íslenska náttúru, íslensk dýralíf og lífríki landsins. Og á meðan þessi skýri þjóðarvilji liggur fyrir ríkisstjórnin að leggja á áform með allt aðra hluti. Og þess vegna get ég með fullvissu vegna þess að ég veit það liggur fyrir vilji þjóðarinnar, þjóðin vill vernda sínar auðlindir, þess vegna get ég fyrirfram lofa því að þær ráðagerðir ríkisstjórnarinnar sem liggja fyrir í orku og auðlindamálum, ég mun að sjálfsögðu segja við þjóðina þegar ég verð forseti, hvað viljið þið gera, skoriði á mig, ég búin að lofa ykkur því að synja þessum lögum staðfestingar vegna þess að mér finnst að þið eigið að fá að ráða örlögum okkar og ég stend alveg við það, en ef þessi óánægða þjóð sem getur ekki fundið í þessum stóra hópi frambjóðanda eitt efni sem þau geta sameinast þá velti maður því fyrir sér nú að koma vor
og það ætti alltaf að vera svo yndislegt og fallegt en það er mjög lítið vorlegt inn á Alþingi. Það má segja að þótt að við séum með stjórn sem meirihluti er fyrir að það ríki í landinu stjórnar kreppa. Nú forseti hans fyrsta skylda fyrir utan það að fara að vilja þjóðar er að verja þingræðið og þingræði til að verja þingræðið þá þarf forseti að sjá til þess að í landinu sé stjórn sem þingið getur afborið og þingið er ekki að afbera þessa stjórn. Við sjáum það. Ráðherrarnir standast vantraust og stjórnir myndi standast vantraust. Já, það er vegna þess. Það dansa allir með. Það dansa allir með en þeir sem að fylgjast með þinginu sjá samt að stjórnarandstaðan er að reyna að berjast gegn. Það er því miður allt of algengt að því að þingmönnum er uppálagt að fara eftir sannfæringu sinni og það er allt of oft sem það gerist að þrátt fyrir mótbárur í þinginu þá greiða þingmenn með og þá er kristallast sá vandi sem er í íslenskum stjórnmálum að frekar skal hangið á valdinu heldur en að fylgja vilja þjóðar og sannfæringu og þetta er ómögulegt ástand og þetta er stjórnarkreppu ástand, hvað sem hver segir. En ef að stjórnarþingmaður segir að ég greiddi atkvæði gegn samvisku minni vegna þess að samviska mín sagði mér að gera það. Já, ég veit ekki hvað á að gera við svoleiðis fól, ég veit það ekki. Það við erum bara dæmið það, að menn hafa bara opinberlega sagst hafa greitt atkvæði gegn Já, ég meina það verður hver og einn að gera það upp við sig, Smári. Sko, þingmenn eru kosnir inn á þing til að vinna fyrir þjóðina og ef þeir eru sífellt að verja eigin hagsmuni en ekki standa vörð hagsmuni þjóðarinnar, þá er þetta náttúrulega allt saman einhvern veginn í skrúfunni. Sko, hversu, þú segir þessi stjórnarkreppa, er það stjórnarkreppa vegna þess að við sitjum uppi með ríkisstjórn sem að nýtur ekki traust? Ég held að síðasta mæling hafi verið 30%, við erum með þing sem að nýtur ekki traust, ég held að síðasta mæling hafi verið 25%. Við erum með forsætisráðherra sem að 78% af þjóðinni vill ekki hafa þessi forsætisráðherra. Já. Lítur þú á að við eigum að horfast í augu við það að þetta sé raunverulega stjórnarkreppa og við verum að gera eitthvað í því í staðin fyrir að láta eins og þetta sé í lagi, er það sem þú ert að reyna að adressa? Já, ég velti því fyrir mér, er það þetta sem raunverulega liggur á þjóðinni og þá er það þjóðarinnar að safna saman hugrekki sínum og kjarki og segja það beint út vegna þess að öll okkar sem erum í framboði, við þurfum að vita hvað er það sem þjóðin vill vegna þess að það skiptir engum máli hvað okkur finnst, við höfum ekki umboð. Þú lítur að hugmynduna þegar þú fórst í framboð að þú værir að svara einhverju. Já, ég fór í þetta framboð af ástríðu, bæði var ég hvött til þess og vegna þess að það er bara stór hluti fólks í okkar samfélagi sem lítur svo á að þessi nálægð stjórnmálana við forsetaembættið sé ómöguleg vegna þess að forseti verði óhikað að geta staðið með fólkin í landinu. Í okkar stjórnarskrá stendur að forseti megi ekki vera alþingismaður. Það þýðir ekki það að hann megi ekki á sama tíma gegna þingstörfum og vera forseti. Þetta þýðir auðvitað það að það er verið að reyna að girða fyrir það að það sé of mikil nálægð á milli þingsins og forsetans af því að forseti verður að hafa hvað ég var að segja, bara svigrúm og andrými burtu frá stjórnmálunum til þess að geta vegið og metið hvað raunverulega er í gangi og það er afskaplega mikilvægt að hver sá sem er forseti skilji pólitíkin í landinu og enginn skilur stjórnmálin betur heldur en almenningur sjálfur vegna þess að þingmenn okkar og ráðherrar þeir deila ekkit kjörum með almenning í landinu. Bara fyrsta lagi launamunurinn er svo mikill að það strax setur stórt skrif í reikningin. Þess vegna er mikilvægt að forseti sé manneskja sem deilir kjörum með almenningi, kemur úr þeirra umhverfi og margir segja þú ert ekkit venjuleg manneskja, þú ert eitthvað sem kallast fræg leikon á Íslandi. Ég hins vegar er venjuleg manneskja. Ég bý við sömu kjör, ég er ríkisstarfsmaður, hef aldrei verið hálaunamanneskja, ég hef unnið alls konar störf á íslenskum vinnumarkaði og ég þekki alveg örugglega betur íslensk samfélag að innan að gólfinu frá heldur en til dæmis þeir sem að hafa setið inn á Alþingi í 20-25 ár.
Stjórnarskráin, hún gerir ráð fyrir því að forsetinn veiti þinginu aðhald og sé neyðarbremsa vegna þess að það gert ráð fyrir því að það ástand geti komið upp, að þingið þjóni ekki almenningi heldur sérhagsmunum og við erum stödd í því ástandi. Við erum stödd í því ástandi. Og hvað gerum við í því? Það það sem við verðum að rannsaka. Ég er búin að lofa því að standa með þjóðinni í þessum auðlindamálum. Þarf að ganga lengra. Vill þjóðin losna við ríkisstjórnina? Áttar hún sig á því að hún getur beðið sinn forseta að aðstóða sig við það með því að krefjast þess að forseti til dæmis bara samþykki engin lög frá þessari stjórn. Nú þá ætti með réttu ríkisstjórnin að hrökklast frá af því að auðvitað þolir hún ekki við ef hún fær kemur engum málum í gegn. En hún getur reynt að verjast. Hún getur með því að biðja 3/4 þingheims að standa saman, krafist þess að forseti fari frá. Og þá verður að kalla til þjóðaratkvæðagreiðslu og þá er það þjóðin sem öðru sinni velur þá á milli forseta og stjórnar. Nú ef þjóðin velur forsetan, þá er stjórnin fallin og þá þarf að boða til alþingiskosninga og þetta vald hefur þjóðin og þjóðin þarf að átta sig á því og þarna er forseti ekki gagnslaus, þarna er hann mikilvægur ef það er viljið þjóðarinnar að losna við ríkisstjórnina og ef maður á að taka mark á þeim skoðanakönnunum og þeirri óánægju sem varð núna bara við stjórnarskiptin síðustu, þá er það sem þjóðin er að segja en þorir hún að standa með því, þorir hún kannski að ljúka því verki sem var hafið í búsáhaldabyltingunni, þorir hún að ljúka því núna, er það sem hún vill eða treystir hún sér ekki til þess. Það er náttúrulega sumir viljaði en sumir viljaði ekki. Já. Ég meina, forsætisráðherra núna, Bjarni Benediktsson, hann myndi líka að segja að fólk hefur bara aldrei haft það betra. Það er aldrei verið betra á Íslandi. Þannig að hverju ertu að lýsa? Já. Þetta er veruleiki sem ég kannast ekki við, myndi hann segja. Já, hagvöxturinn sem að Bjarni mælir, hann mælist hár. Og það þjónustar vel fyrirtæki og þá ríkustu og þá sem ráða mestu í landin okkar. Þessi hagvöxtur skila sér ekki til almennings vegna þess að aldrei hefur verið raunverulega svona þrengri staða meðal venjulegs fólks og þetta er svona allan heim vegna þess að samþjöppun valdsins hefur gert það að verkum og hinn glimrandi hagvöxtur hinnar ríku bitnar á þeim sem fátækari eru og við sjáum það til dæmis strax að miklu færri ferðamenn ætla sér að koma til Íslands í sumar en áður. Það þýðir það að fólk hefur almennt í veröldinni úr minna fjármagni að spila. Nei, það er bara dýrt hérna í Íslandi. Já, og svo er það náttúrulega líka það en að samaskapi er lífsbaráttan harðari hér núna heldur hún hefur áður verið. Húsnæðismarkaðurinn er bundin í eignarhaldsfélögum og leigufélögum og ungt fólk og fólk sem á ekki fasteignir er í verulegum vanda að koma þaki yfir höfuðið. Og dýrtíðin er mjög mikil, matarkostnaður er mjög hár á Íslandi með við það sem gerist annar staðar og það er líka skerðir lífsgæði fólks og svo er náttúrulega pottur brotin í okkar velferðarkerfi víða. 100.000 manna undirskriftarlistar til bjargar heilbrigðiskerfinu skilaði nákvæmlega engu nema síður væri. Mótmæli fólks undirskriftarlistar og óánægju raddir og útifundir. Sko, ég ætla ekki að segja það skili engu en það er ekkert verið að hlusta á fólkið í landinu. Það er ekki verið að hlusta á þessar óánægjuraddir þannig að Bjarna má finnast það að allt gangi ljómandi vel en Bjarni líka hunsar veruleika venjulegs fólks. Þú hefur farið víða í tilefni af þessu framboði og með öðrum frambjóðandustundum í svona umræðu þætti og sko andrúmi sem er á þeim stöðum, spurningarna sem þú færð, er það ekki meira svona úr heimi Bjarna að það sé látið að hér sé allt bara í góðu standi? Jú, það er náttúrulega sá ímynd. Og svo ert þú þarna og lætur þess og allt sé að leysast upp? Nei, ég er ég hef bullandi trú á íslensku þjóðinni. Og ég held að við gætum haft það svo ósköp gott hérna ef að við
byggjum við það að hér væri stjórnvöld sem væri að vinna velferð landsmanna. Það er ekkert að íslensku fólki, það er ekkert að því fólki sem býr á þessu landi. Það er hins vegar býr við ógnarstjórn, það býr við ráðherraræði sem það valdi sér, það býr við ráðherraræði sem fer með valdið að geðþótta og eftir duttlungum og til þjónkunar við sérhagsmunni og sko þetta er rannsóknarefni það að kjósa yfir sig hrunflokka aftur og aftur og maður veldi fyrir sig hvað er þetta? Er þetta þessi djúpstæða hræðsla sem býr innra með okkur Íslendingum að það sé svo stutt síðan að okkur var svo kalt og við áttum bara ekki neitt að best sé að halda sér nálagt þeim sem að allavega á yfirborðinu virka sterkir ef að það er saman sem merkir við það að vera ríkur. Þetta er betra að vera í vondri vist en engri. Já og þetta er eiginlega dálítið raunalegt að þá er eins og svona tilfinningin inn í okkur sé svo að við getum einungi svarið okkur með því að halla okkur af þeim sem eru samt vondir við okkur eða eru ekki að vinna að okkar hagsmunum. Og þá er þetta einhver spurningum að bera ekki nógu mikla virðingu fyrir sjálfum sér. Ég meina við eigum allt gott skilið. Við búum hérna í einu ríkasta landi veraldar og það er bara stórfurðulegt að hér sé ekki bara glimrandi velferð og öldruðum og þeim sem búa við skerðingar og engin líði skort. Já, engin líði skort og að við séum ekki í fremst. Já, einmitt, nú er verið á þinginu að girða fyrir fjölskyldusameiningar þannig að það færist enn meiri harka í stjórnmálin á hverjum degi og við ættum að vera þessi þjóð sem búum í þessari náttúruperlu, við ættum að vera fremst meðal þjóða til dæmis að fara fram eins og núna margar nágrannaþjóður okkar er að velta fyrir sig mjög alvarlega að líta á eyðileggingu náttúru og lífríkis sem vistmorð og þetta eru margar þjóðir að hugsa að setja í lög, ég held að Belgía sé komin hvað einna lengst vegna þess að það er sameiginleg ábyrgð allra sem búa á jörðinni að varðveita, þetta er okkar eina heimili og við verðum að ganga betur það. Þetta vitum við. En þú kannastu það að stundum er sagt að lýðræði sem engallað, en það er að skasta sig við höfum, þannig að það sé betra að sætta sig við vonda niðurstöðu sem kemur með lýðræðislegum hætti, eins og við kjósum þing og þingið velur sér ríkisstjórn og ríkisstjórnin velur sér Bjarna Benediktsson sem forsætisráðherra og þannig er það bara, það er kannski ekki það sem að þú telur vera heppilegast, kannski er það ekki það heppilegasta en þetta aðferðin var hins vegar svo besta sem við höfum. Telur þú að forsetinn eigi að koma þarna og vera einhver svona varðmaður að lýðræðið verði að skila niðurstöðu sem er í meiri takt við vilja lýðsins en þetta? Sko, ég get ekki dæmi, segjum að þú hafi verið forseti og það er Katrín Jakobsdóttir ákveður að fara í forsetaframboð og Bjarni Benediktsson verður forsætisráðherra. Þér er kunnugt það að þjóðin bara vill síst af öllu þennan mann. Bara þú getur eiginlega spurt alla sem er á Íslandi hvernig vill það þessu forsætisráðherra. Bjarni myndi skora hæðst í því að vilja það ekki. Það er bara staðan, við lifum við það. Og hvað myndir þú gera sem forseti? Myndir þú segja bara, heyrðu Bjarni minn, þú getur ekki orðið forsætisráðherra? Sko ég myndi segja og nú veit ég ekki hvað þeim fór á milli, Guðna og Bjarna. En ef ég hefði verið forseti þá hefði ég sagt Bjarni minn, ertu viss að það sé stemning fyrir þér? Ég vil bara vera forseti. Já, allt í lagi Bjarni minn. En hvað með, svo ég bara byrjaði... Það var 15 mann sem að kursum í kraganum. Ég er sá þingmaður sem hefur mest flest aðkvæða bakum mig. Já, en eigum við að kannski að rifi, nei, ok, var það Jóhann að kenna, allt í lagi. Svo hefði maður geta farið svona aðeins áfram. Forseti getur náttúrulega ekki, sko, ef það er meirihluti fyrir stjórn, þá getur forseti ekkert gert í því. Það er 36 manna meirihluti í þinginu. Já, en auðvitað getur forseti
sagt við þann sem vill vera forsætisráðherra sem í þessu tilfelli að því að þú tekur nú Bjarna sem hefur því miður dálítið brokkgenga sögu sem stjórnmálamaður svo ekki sé sterkarlega orðatekið og það er bara örfáir mánuður síðan hann þurfti að segja af sér. Hefur áunni sem mikið vantraust. Já, hann hefur gert það og því var ekkit óeðlilegt að forseti færði það í orð við slíkan mann að kannski væri ekki alveg stemning fyrir honum. Í þeirri von að viðkomandi ráðherra hefði þá sómatilfinningu til að bera að skynja vilja þjóðarinnar. Og það er nú sérstaklega virðist vera núna svona, vil hún segja það sem kalla var í galanda íhaldsöflin í samfélaginu sem vilja einn ákveðin forseti frambjóðanda til starfa og vilja að við metum hlutina út frá skoðanakönnunum og þá segi ég við Bjarni, skoðanakannanir benda nú rækilega til þess að vinsældir þínar séu nú ekki kannski að þær séu nú ekki merkjanlegar. Þá segir Bjarni, Steinunn, við lifum á Íslandi og það er þingræði og það sem er meiri hluti fyrir þinginu, hann myndar sér í sína ríkisstjórn og hver flokkur hann útdeilir sínum ráðurum. Ég lít svo á að þér beri bara að einfallega stimplu upp á þetta og ég bara kaupi ekki þessa hugmyndi þínar að þú sett eitthvað fyrirstaða fyrir þingræðinu. Nei, enda er ég ekki neinn fyrirstaða, ég er bara að ræða við hann eins og maður og mann. Það er það sem forseti gerir þegar ný stjórn tekur við. Þá ræðir forseti við fólkið, hann hefur ekki vald til þess að stýra því, hann gefur að vísu stjórnarmyndunar umboð eftir kosningar eins og allir vita, en hann hefur dagskrárvald til þess að tala við fólk og reyna að sína fram á þann vilja þjóðar sem augljóslega liggur fyrir. En varst þú ekki pínult að segja hérna rétt á þann að lokasetningin væri kannski í samtalið þínu og Bjarna sem við erum að leika hérna væri það, Bjarni minni, ok, þú mátt alveg vera forsætisráðherra, en ég mun ekki skrifa undir nein lög sem að koma frá þinginu. Nei, ég get ekkit sagt það. Ég get sagt bara, Bjarni, allt í lagi, gott og vel, þú verður forsætisráðherra, það er þinn vilji. Þjóðin mun síðan meta þau frumvörp sem þú leggur fram. Vilji þjóðin ekki samþykkja þau frumvörp, þá biðja þau mig að staðfesta ekki þau lög og þá fyrirfram skal ég segja þér að ég mun standa með þjóðinni í þeim efnum. Og hvetjana til að láta hugsinni... Ég þarf ekkert að hvetja þjóðina til þess. Ég vil bara að þjóðin átti sig á því að hún getur nýtt sinn forseta á þennan hátt. Og ef þjóðinni finnst erfitt að segja upphátt hvað raunverulega býr henni í brjósti, þá getur hún beðið forsetan að taka slíka slægi fyrir sig. Já, Guðni held ég hafi sagt eitthvað að honum barst bara eiginlega engin hvatning nógu sterk til þess að íhugaði það að skrifa ekki undir. Já, og ef þannig er ástætt í samfélaginu að þjóðin vill ekki að forseti beiti sér, þá gerir forseti það ekki, hann finnur það ekki upp hjá sjálfum sér, forseti hefur ekkert frumkvæðisvald, forseti er ekkert nema vilji þjóðar, ekki neitt. En hver er þá munurinn á þér sem forseta eða Guðna eða bara hverju sem öðrum? Er það munurinn sá að þú segir að... Munurinn er sá að ég vil vekja fólk til meðvitundar það vald sem þjóðin hefur. Ég vil færa valdið til þjóðarinnar. Það er þjóðin sem velur forseta og þetta eru einu kosningarnir þar sem gildir eitt atkvæði á mann og svo manneskja sem að verður valin í embætti forseta þarf að vera auðmjúkur þjóðarinnar og þjóðin á að vera óhrædd við að nýta þá mannesku í þau verk sem þarf að vinna. Og þú telur að þurfa að vinna einhver verk. Þú ert ósátt við ríkisstjórnina. Það skiptir engu máli hvað mér finnst þessa ríkisstjórn. Ég spyr þig, þú ert ósátt við ríkisstjórnina. Það bara skiptir engu máli hvað mér finnst þessa ríkisstjórn. Já, að sjálfsögðu, þessi frumvörp eru náttúrulega bara aðför gegn sjálfstæði okkar og vega líka mannréttindum okkar og fyrir nú utan þann skaða sem að mun hljótast af þessum frumvörpum bæði í orku og sjávarútveginum og að sjálfsögðu er ég því mótfallin og það er ekki neinum persónlegum ástæðum sem ég er mótfallin því. Ég er mótfallin því vegna þess að þetta mun skerða lífshamingu, mannréttindi og sjálfstæði Íslendinga til frambúðar og ég velti því fyrir mér hver trú stjórnmálamannana
sé. Vegna þess að ég held að það búi ekki bara einhver spillingabaki, að það sé einhverjir að maka krókin. Eflaust það þannig. Eins og við þekkjum allstaðar úr veröldinni, þar sem hefur tekið sér upp gullgrafara æði í orku og auðlindamálum, þá hefur alltaf komið í ljós að einhverjir maka krókin fyrir utan þá augljósu enga aðila sem að mest græða. En ég held að það sé ekki bara það upp á teiningnum hérna. Ég held að það sé líka einhver minnimáttarkennd í þessu sem að kristallast í þessum frumvörpum, einhver minnimáttarkennd það að við séum ekki nógu stór þjóð, að okkur sé best borgið með aðstoð annarra þjóða, með þeirra sem að hafa unnið mikla vinninga í vindmyllubransanum eða sjókvíeldisbransanum. Það eru nokkur erlend fyrirtæki í vindmyllubransanum sem Íslendingar líta helst til. Það eru norskir umhverfissóðar og sem að íslensk stjórnvöld virða sérstaklega vera hrifin af og það kristallast þarna einhver minnimáttarkennd sem kemur fram með því að við getum ekki gert hlutina vel sjálf og betur sé að aðrir sjá þetta fyrir okkur og einhver ofurtrú á kerfi, að nýta sér kerfi sem hafi verið nýtt áður og það sé gott að yfirfæra þau yfir á Ísland. Það sem að gleymist í þessu, ef að þú setur allt í kerfi, ef þú raðar upp öllu þjóðfélaginu og skiptir því upp í svæði, atvinnusvæði sem eru annars vegar ferðamannaiðnaður, hins vegar mengandi matvælaiðnaður, hins vegar ykkur orku vesenis uppbyggingar iðnaður, að þá sért að tryggja þjóðinni velsæld með störfum í þessum iðnaði. Það sem gleymist í þessu að þetta held ég alls ekki samræmanlegt við hinn skapandi huga sem býr í hverju einustu mannesku, sem hugsar ekki bara það að fá vinnu, einhverja láglauna vinnu í þjónustustarfi í ferðabransanum eða láglauna vinnu í einhverjum, við skulum segja, bara einhverjum mengandi stóriðju eða mengandi matvælaframleiðslu við slátrun eða pökkun. Ég held að íslensku þjóðinni langi til að gera svo margt annað, vinna að skapandi verkefnum, grænum markmiðum og gera bara margt svo ótrúlega skemmtilegt. Við erum öll skapandi og okkur langar ekkert að fara inn í þetta box sem verið að teikna upp fyrir okkur. Við erum öll frábær, en svo þegar við komum saman, við erum öll frábær, við erum misfrábær. Já. Þetta eins og þessi lýsing á okkur í blokk sem allir eru alveg frábærir, en húsfélag alveg glatað. Já, Hvernig stendur á því? Að allt þetta frábæra fólk svona lélegt í því að kjósa í húsfélagið? Vegna þess að ég held að við... Við bara stutt að sögu. Stutt síðan að við vorum inn á baðstofunni. Ég held að sé of stutt síðan að við vorum bara í áþján. Náttúrulega vósbúð en líka svo undirsátar annara þjóða og hræðslan við það að vera einhvern veginn bara komin út á guð og gaddinn, hún búi í erfðamengi okkar. Er það ástæða fyrir því að þú sem hefur verið svona kannski með gagnrýnni frambjóðendum, sökuð að vera með einelti? Að sá sem að gaggrínir valdið líklega, býst við að þú setja gaggrínir valdið, að hann sé eldirhellir? Já, algjörlega, ég meina ég bara verða að þakka Kolbrúnu Bergþórsdóttur fyrir að skrifa þessa grein og setja hlutin í dálítið samhengi. Það svona hópur í okkar samfélagi sem að finnst pólitík og stjórnmál hálfgjörður óþverri og líta á það sem dónaskap að tala stjórnmál. Og ég hef greinilega sært tilfinningar þessa fína fólks og það verður bara að hafa það vegna þess að ég held að þorri almennings sé annarra skoðunar. Ég hef aldrei sagt styggðaryrði Katrínu Jakobsdóttur. Ég hef gagnrýnt hana sem stjórnmálamann og ég sem borgari í þessu landi hef til þess fullt leyfi. Í hverju einustu viku eru skrifaðar í blöðin greinar þar sem að fólk að rekja, hvað ég var að segja,
með vanþóknun feril hennar stjórnmálaflokks og þeirra stjórnar sem hún hefur farið fyrir, þeirra kosningalofórða sem hafa verið svikin og þeirra, þeirra vonbrigða sem að almenningur upplifir, bæði með stjórn Katrínar og nú Bjarna. Sem raunverulegu vonbrigði. Ég vil bara skjóta inn þegar maður ræðir við fólk þetta, þá talar fólk þessi vonbrigði bara svipað og vonbrigði sem hafa orðið bara í nánum samskiptum. Já, og ég hafna því að það megi ekki segja sannleikan, að það megi ekki tala opinskátt í okkar samfélagi og það sé einhverjir siðapóstular á kantinum að segja okkur hvað megi tala, hvað sé viðeigandi og hvað sé óviðeigandi. Það sem er viðeigandi. Það verið að segja við þig að þú sem frambjóðandi til forseta ert óviðeigandi frambjóðandi. Já. Menn þú annars konar frambjóðandi heldur en við reiknaðum með. Já, það verður bara svo að vera. Ég hef tekið að mér að vera óþekki frambjóðandinn vegna þess að ég vil ljá þessu embætti einhvers konar meiningu. Vegna þess að þetta meiningarleysi sem að er svona einhvern veginn umvefur embættið, þessi fjölbreyttar sýn sem að er á lofti, hann á að vera sameiningatákn, hann á að halda sér til hlés, hann á að vera vörður, standa vörður með þjóðinni, hann á að vera góður gestgjafi. Fólk hefur mjög ólíkar hugmyndur það hvað forseti á eiginlega að vera. Umræðan er stanslaus það að hann eigi að vera sameiningatákn og núna ef við horfum á stöðun í okkar samfélagi þá er brýnt að komast að því hvað vill þjóðin, af því að hún vill augljóslega ekkert þessara forseta efna, hún getur ekki sameinast neitt þeirra. Hún vil heldur ekki þig, ég verða að Nei, að sjálfsögðu, ég meina hún vil alls ekki mig og alls ekki okkur sem lægst mælum, en hún vil heldur ekki þá sem eru efst. Meir en 80% þjóðarinnar velja ekki þau 4 efstu heldur og það er ákveðin vísbending það að það er engin meiri hluta sátt neitt frambjóðundana og að halda því fram að einn eða annar sé að taka stökk með 20-22% fylgi, þetta er náttúrulega bara hlægilegt. Herðu, samkvæmt skoðanakönnunum að þá er frambóðið þitt ekki að skila miklum árangri, en telurðu að frambóð þitt hafi haft áhrif á umræðuna í kosningabaráttunni og megi kannski merkja áhrifið af því að til dæmis veikri stöðu Katrínar, lagareldisfrumvarpið sem að ég held að þú hefur komið með inn í þessu umræðu hefur verið nefnt held í flestum svona umræðu þáttum, þannig að það má benda á svona ímið svona óbein áhrif af frambúðinu. Já, ég dró ekki upp þetta lagareldisfrumvarp bara gamni mínu, það bara kom upp í fangið á mér. Það var til umræðu í þinginu þann dag sem ég var í pallborði með Katrínu og það er nákvæmlega svoleiðis mál eins og lagareldisfrumvarpið sem að þjóðin þarf að vera verulega upplýst og þarf að geta fengið að beita sínum þjóðarvilja vegna þess að frumvarpið eins og það var lagt fram og var búið að vera til gerðar og skrifta í þinginu langan tíma eftir margar umsagnir, þannig að öllum skal vera ljóst að þetta frumvarp sem Katrín var hennar síðasta embættisverk að leggja fram í þinginu, hún getur ekkit skorast undan þeirri pólitísku ábyrgð að hún ber ábyrgð á því frumvarpi sem hvað á að gefa okkar auðlindir aldur og ævi. Undan þeirri ábyrgð getur hún ekkit vikist hvað sem hún segir. Þannig ég er að spyrja frambóðið þitt. Já, jú. Meturðu áhrif þess á okkur annan hátt heldur en Já, ég lít svo á að ástríða mín fyrir landinu og velferð fólksins í landinu og lífríkisins að þetta sé vegferð sem er miklu stærri en ég sjálf. Þetta er ekki persónuleg metnaðarferð. Ég hef engan áhuga á því á völdum, peningum eða því að drottna yfir einum eða neinum. Ég hins vegar veit að ástríða mín fyrir Ísland og Íslendingum er ekki erindisleysa og já, ég er alveg sannfærð það að ég hef komið inn í þessa umræðu með ýmislegt sem hefur breytt umræðunni og vonandi til hins betra, þar að segja fengi fólk til þess að ræða kannski aðeins betur hvað snýst þetta embætti, hvað getur forseti
forseti gert og hvað vill fólk eiginlega og líka ég hef bent á það sem hefur nú ekkert farið hátt vegna þess að við höfum verið að þrátta ýmislegt annað á Íslandi á meðan var verið að leggja á ráðin gullgrafaraæði í orkumálunum og leggja á ráðin með það að selja frá okkur auðlindirnar og ég þeirra skoðunar og reyndar þjóðin öll að við höfum nú gert nú þegar ansi vel við kvótagreifa landsins og drottningar og við þurfum ekki að gefa meir. Ég sé ekki að við stöndum í frekari þakkarskuld við það fólk. Já, það eftir að koma í ljós hvað þessar kosningar eru, þannig að það er mörg tilboð í gangi. Já. Til dæmis hvort að hvað fólk setur á pítsuna. Ég býst að þú hefur verið að svara alls kyns spurningum. Ég borða bara ekki pítsur, ég er búin að fá þessa spurningu svona 20 sinnum og hef þurft að ég segi ekki græta blaðamenn með því að svara ég borði ekki pítsur, en ég borði ekki pítsur, mér verður illt af þeim og ég held reyndar að Dominos pítsur séu bara mjög slæmar fyrir þjóðina og þjóðin ætti að leggja af það átt. Kannski verður kosið Dominos pítsur. Ég er bara að benda á að það er það er ekki ljóst hvað verður kosið. Því það er í það endalaust tilboð í gangi hvað er kosið. Heyrðu, ég verð að segja að það var svo dýrlega gaman í þessu boði hjá henni Ásdísi Rán. Hún er svo stór manneskja og örlátt að kalla til þessara veislu og bara þessi hugmynd að láta fólk sem er í forsetaframboði koma saman í veislu eins og káti piltar sem að fara saman út og skemmta sér svo dásamlegt, þetta er svo falleg hugsun í þessu og þetta var glæsilegt boð, þetta var lítið jazzband og góðar veitingar og notaleg stemning en hún hélt frábæra ræðu. Og kom nú í ljós hvað hún er bæði greind og fyndin. Sem fer oft saman. Og hún til dæmis sagði svona í grínnutugum tón að þegar að ég er orðin forseti þá ætla ég að banna skoðanakannanir og svo ætla ég að banna Heimi Má, fréttamann á Stöð 2. Og þá get ég sagt í grínnutugum tón núna, verði ég forseti, þá mun ég leggja til að allir hætta að borða Dominos pítsur. Vegna þess að ég held að það séu skaðlegar, heilsu og lífi fólks í landinu. Herðu, Steinunn Ólína, takk fyrir að koma hingað. Takk fyrir að bjóða mér. Já, ég þakka Steinunni kærlega fyrir og öllum gestur sem hafa komið hingað kvöld minni á að við munum halda áfram að ræða við forsetaframbjóður á morgun. Við ræddum við Jón Gnarr og Steinunni Ólínu í kvöld en á morgun tölum við höllurnar. Halla Tómasdóttir og Halla Hrund Logadóttir koma hingað og ég ræði við þær svona þau mál sem að þær hafa helst lagt áherslu á í kosningabaráttunni. Þetta eru lokin á rauðaborðinu í kvöld. Ég minni á að þetta er svona smá galdur hérna, að ég spjalla við fólk og aðri sem að hér sitja, fá hinga gesti en þetta verður fjölmiðlun þegar þið byrjuð að hlusta og þið getið hjálpað okkur við að byggja upp samstöðuna, byggja upp dreifikerfið. Það er gert með því að þið látið vita af efni sem ykkur líkar, vinnum og vandamenn, látið vita af því. Þannig byggist upp dreifikerfið okkar og við náum lengra. Þið getur bent á að við erum á Facebook og við erum á YouTube og við erum á öllum hlaðvarpsveitum, við erum í útvarpinu 89,1 á Stórhöfuðborgarsvæðinu. Það má líka sækja þær útsendingar á spilarann sem er á netinu, spilari.is, en spilarinn líka app sem má hlaða niður í síman og hlusta á samstöðuna og allar íslenskar útastöðar, hvað sem er í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem að fá sjónvarpsendingarnar frá símanum. Þar eru númer 5 á fjarstýringunni. Kannski munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá samstöðunni. 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunar, allan ársins samfélagsumræðu við þetta rauðaborð og í öðrum þáttum samstöðunar. Þið sem að sjáið eitthvað virði í samstöðunni fyrir Íslands samfélag geta lagt okkur lið með því að gerast áskrifundur. Það kostar 2.500 krónur á mánuði sem að mér er sagt að sé lágt verð með við það efni sem við búum til hér. Þið getið farið inn á samstöðum.is, það er hnappur sem ástendur áskrift og það getið skráð ykkur. Þið getið ekki borga meira þið viljið og þið sem er kjósið getið látið áskriftina að reyna sem félagsgjöld inn í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Þetta er sem sagt fjölmiðill í eigu áhorfenda, áheyrenda og lesenda en fyrst og fremst áskrifenda. Allt sem við sjáum hér og heyrið er í boði áskrifenda og við þökkum kærlega fyrir. Ég verð hér aftur á morgun klukkan 8 en ég þakka fyrir mig í bili og segi góða nótt. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.